fyrir mig það meira einmitt það að aldrei hægt að þora. Gerðu það, láttu ekki aðra stoppa þig og framkvæmdu hlutina. Þetta var pabbinn sem sagði þessa setningu og þú tekur það ekki alvarlega, gerðu bara, þó það sést að móti strömmnum. Hvað er margir sem bara búin að hneykslast á mér á þessum aldri að hafa gert þetta? Skilur bara halda að ég sé insane eða eitthvað. En það einmitt þetta sko að fylgja bara sannfæringarkraftinu þínum og ekki bara sannfæringunni heldur sko ástríðinni og framkvæma það. Og láta ekki einhvern tala þig niður. Þú veist, ég er 66 ára gamall. Ég veit ekki hvað ég hef mörg ár eftir að þessum lífstíl sem ég elska, skilurðu. Og ég er eiginlega svona hlaupa á eftir þessu. Það hringfarinn Kristján Gíslason sem mættur hingað aftur í stúdíóið. Nýkominn frá Suður-Ameríku þar sem hann þræddi erfiðustu kílómetra mótorhjólaferilsins að eigin sögn og kemur tilbaka drekkhlaðinn af frábærum sögum að minnisögn. Ef þú þekkir ekki Kristján og hans sögu þá mæli ég með fyrri viðtölum við hann en það sakar þó ekki því að þetta sjálfstætt framhald. Með hvatningarorðum föður síns heitins aldrei hætta að þora hefur Kristján Gíslason ýtt sér út af beinu brautinni og ferðast allan heim einn síns liðs á mótorhjóli. Eftir mikla farsæld í viðskiptalífinu, vinnustundir myrkrana á milli, litla samveru með börnunum sínum og ofgnótt af veraldlegum hlutum, fann Kristján sig á efri árum í leit að einhverju þýðingameira en golfi og sportvílum. Og það var mótorhjól sem varð fyrir valinu. Hann hafði verið með mótorhjólapróf í 1 ár áður en hann lagði af stað í hringferð jörðina einn síns liðs og í þessum þætti segir hann okkur frá ferð sinni Suður-Ameríku sem kláraðist fyrir aðeins örfáum dögum þegar þessi þáttur kemur út. Ég vil minna aðdáendur Kristjáns á hringfarinn.is þar sem hægt að kaupa ljósmyndabækur frá ferðalögum Kristjáns og þannig styrkja velgjörðarsjóðinn sem hann og Ásdís hafa komið á fót. Hver einasta króna af seldri bók fer í sjóðinn. Ekki bara hagnaðurinn, hver einasta króna. Beint í sjóðinn. Talandi krónur, íslensk verðbréf veita þær aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingakostum. Það eru fjöldinn allur af leiðum í boði fyrir þá sem að meta fjárfestingakosti sína, hvort sem hlutabréf, skuldabréfasjóðir og svo athugaðu hvaða leið hentar þér. Það mjög auðvelt að hefja viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is. Það eina sem þú þarft eru rafræn skilríki. Ég einn af þeim lánsömu og þakklátu eigendum Bosch Rafgeimis. Hann situr í bílnum og unnur sig vel eins og gamalmenni á elliheimili. Gerir sitt og ég veit varla af hann. Bosch geimandinn fást að sjálfsögðu hjá Kemi á Tunguhálsi 10. Núna hafin útsala á Boost. Mörg þúsund haust og vetravörur á ennþá lægra verði. Þegar við heldum að verðin gæti ekki verið lægri. Sparaðu pening á tísku, barna, sport, snirti og heimilisvörum. Velkomin á útsöluna á boost.com. Svo það áramóta heiti mitt. Það að sjálfsögðu eins og öll hinn áramótin að borða meira af sænskum, giflar, kanilsnúðum frá Póen með mínum nánustu. Kristján Gíslason, gjörðu svo vel og gleðilega hátíð. Ég bara svona veltaði fyrir mér, hefur þú frá því að settir að staði fyrsta ferðalag séð það sem þú ert að leitast eftir í einhverjum öðrum sem að nær fram sömu áhrifum og mótorhjólaferðnar ná hjá þér en bara finna þig einhvern annan farveg? Skal alveg vera hreinskilinn. Það er ekki neitt. Ég hef aldrei fylgt eftir einhverjum sem að gera samskonar svipaða hluti. Þetta byrjaði allt á því að mér langaði til þess að upplifa eitthvert stórkostlegt ár, skilurðu. Og ég hef skírskotun í skiptina með árið mitt þegar ég var 17 ára. Þar byrjaði þetta. Og þegar ég verð síðan einhverjum 40 árum síðan orðið meðaldra maður að þá langaði mig til þess að upplifa þetta ævintýri einhvern veginn aftur. Var þetta fortíða þá? Ekki beint. Þetta var einhvern veginn þannig að ég áttaði mig á því að ég var meðaldra maður og mér langaði og ég hafði ráð á því og tíma að gera eitthvað merkilegt fyrir mig og þetta var meira leitun að því hvað ég myndi gera. Og þú sér það að ég byrja 56 ára á mótorhjóli. Í fyrsta skipti sem ég fer á mótorhjóli 56 ára. Árið seinna ákveði ég að fara hringinn kringum hnöttinn. Já. Bara ég sá fyrir mér þetta, ég fann það alveg á mér, þetta yrði stórkostlegt, skilurðu. Og eftir það ár, eða eftir þessa 10 mánuði sem að fóru í hringferðina og ég fer þarna í gegnum 35 lönd í 5 heimsálfum og hjóla 48 kilometra, þá ég bara farin að ánýtast þessu.
þá bara, þú veist, þá langar mér meira en ég áttaði mig á því að ég myndi ekki geta haldið þessu lífi áfram án Ásdísar. Já, ég var eiginlega búin að átta mig á því svona eiginlega orðin sáttur við það að ég myndi ekki vera að fara á svona ferðir, frekari ferðir en hún dettur á hjólið hún fellur fyrir hjólinu og við þróum okkur saman þannig við förum og við vitum það, ef henni líst ekki á aðstæður þá segir hún bara bless, ég er farin og við vitum það þannig skeiða með Afríku, þannig skeiða þeir fór inn í Rússland og allt þetta, hún sagði bara bless. Það er bara virðing fyrir því. Já, og ég vil ekki setja hana í neina slíka aðstæður að hún verði hrædd eða slíkt sko. Nei. Þannig að þetta er svona luxusdæmi sem ég hugsa með henni, þú veist, við trítum okkur vel og allt það, við erum svona ákveðin luxus. Þannig að ég get alveg sagt þér það að ég á mér enga fyrirmynd þarna. Það er ekki, og í dag er ég ekki eitthvað að followa einhverja mótuhjóla töffara og allt það. Þeir eru að followa þig? Já, sko, nei, þú veist, ég held að ég sé, og ég hef skilgreint mig alltaf sem sko ferðamanna mótuhjóli. Ég er í raun og veru engin móturhjóla maður. Nei. Þú veist, ég held ég hef aldrei þvegið mótuhjólið mitt. Þú veist, ég hef enga passion fyrir tækjunu sem slíku. Ferðamanna á mótuhjóli. Þóttin, en skilur þau, ég er ekki þar. Nei. Þetta er tæki fyrir mig, og þetta er stórkostlegt tæki til þess að ferðast á. Einmitt. Þannig að það er öll þessi upplifun og frelsið og tengingin, náttúrulega þú veist að upplifa náttúruna og menningu og þjóðflokka og ættbálka og allt það sem dregum mig á staðinn en mótuhjólið er nokkuð skona segull. Fólkið kemur til mín. Akkurat. Og þannig myndast þessi tengsl sem mér finnst svo, þú veist, bara það bæti svo miklu við að vera að ferðast. Akkurat. Og ég bara bæta við. Og ég segi sko oft, því stærra faratæki sem þú ert á, sem bíll, rúta, skemmtiferðaskip, að þá ertu alltaf að fjarlægast meira og meira lífið í viðkomandi landi. Ef þú ert á mótuhjóli, þannig ekki á reiðhjóli, eða jafnvel gangandi, þú veist, þá ertu í snertingu við þessa grasrót. Akkurat. Sem að ég sækist svo eftir. En þú kemur hérna í viðtal, fyrsta viðtal, þá ertu búin að taka hringferðina sem þú varst að koma hérna rétt inn á, það sem fyrir hringin í kringum jörðina. Já. Annar þáttur þá var það Afríka og núna er það Suður Ameríka. Já. Og þú segir að þetta togar í þig og það er alveg bersýnilegt, þú heldur alltaf áfram og þú settir ekki punkt eftir hringferðinni. En má ég þá spyrja út í stundina á milli stríða, þegar þú ert á Íslandi og ert að skipuleggja næstu ferð eða nýkomin úr ferð, er þetta, ég trúi ekki öðru en þetta sé líka álag og þú hefur sagt frá því, þetta er oft erfiðar aðstæður sem kemur í og ég trúi ekki öðru en að komast heim sé ákveðin hvíld. Kemur heim og hugsaður strax ég verða að komast aftur út eða nú ætla ég að planta þannig að ég geti bara hérna kist barnabörnin hæ og komið beint út eða þarftu hvíld, þarftu að bíða eftir því að heimurinn tógi aftur frá Íslandi? Sko, þetta er yfirleitt þannig, þú veist, annarkvort er ég að undirbúa ferð eða ég er að ferðast eða ég er að vinna úr gögnum sem að urðu til eftir síðustu ferð. Líðið snýst bara þessa ferðina? Já, ég meina þetta er svona eftirlauna tímabil mitt, snýst þetta. Ég meina ég er búin að framleiða 10 ferðaþætti, skrifa 2 bækur og mér finnst þetta ofboðslega skemmtilegt og allt í kringum þetta. Þú veist, vorum að tala drónana áðan og viðbótur með myndavélar og alltaf að pæli því og bæta við þekkingu og svo framvegis sko. Þannig að það líka tengir þetta við áhugamál mitt sem er ljósmyndur og veri meira svona videografík í dag, skilju. En oftast er það þannig að bara rétt eftir hverja ferð, þá er ég fann að velta fyrir mér hvert væri gaman að fara. Já, þetta kemur svona fljótt eftir. Já, það kemur og til dæmis þegar ég lauk við Afríkuferðalagið, að þá var það í Suður Afríku, því komið þangað niður, þú veist, búin að klára ferðina og þess að hvað ég gerði við mótuhjólið? Að ég fara með heim eða, nei, ég ætla að reyna að koma yfir til Suður Ameríku. Þegar þú ert í Suður Afríku, þarf þú að hugsa þetta? Já,
bara, þú veist, og ekki að fara strax af stað, heldur bara að koma hjólunu þangað, þannig að það væri klárt þegar ég væri orðin klár, skilur við. Ok, þannig að þú veist alveg að þetta bara orðin, þetta eru þín næstu ár. Já, þú veist, ég 66 ára gamall, já, núna í dag, á þessu ári, og ég eldist eins og aðrir. Þannig að, þú veist, ég veit ekki hvað ég hef mörg ár eftir að þessum lífstíl sem ég elska, skilurðu. Og ég er eiginlega svona hlaupa á eftir þessu, að meðvitaður það, ég get verið að eldast líka, sko, og mér finnst það ekki beint, en þú veist, það kostar það að ég þarf að hugsa heilsuna og mataræðið og það hluta af þessu líka, skilurðu, vera tilbúin vegna þess að þú veist, ég þarf að geta farið á mótuhjólið, auðvitað, ég þarf að geta farið í mótuhjóla bomsuna mínar og gallan á þess að þurfa að setjast niður og vera blásandi og másandi. Þú veist, þetta þarf bara að vera auðvelt, allt þetta. Annars fyrir þetta að verða svo, sko, bara erfitt. Ef ég væri yfirþyngd og sveittur bara við það að setja mig í gallan, skilur. Þannig að ég þarf alltaf að vera, ég meðvitaður það og ég passa mig og sérstaklega því að ég gerir mig grein fyrir því að ég að eldast. Já, hvað með samt þennan svona tilgang sem að fólk ofta velta fyrir sér og ég veit, sko, mér finnst ekkert vanta einhvern tilgang hjá þessu í þér, ég bara skín á þér hvað þú elskar að gera þetta, en þú hugsar þetta til dæmis út frá því leggur upp með að ferð sé upplifun fyrir þig og núna Ásdísi, en leggur líka upp með að þetta sé gott sjónvarpsefni, að þetta sé góð saga, Aldrei. Hver er forgangsröðunin? Aldrei, við hugsum aldrei út í það að þetta verði einhver sjónvarpssería eða einhver þáttur eða slíkt. Það er ekki forsendunar? Nei, ég hef alltaf tekið myndir. Þú veist, ég er búin að búa til, allir þess ekki nálægt 700 stiklur sem ég bara persónulega búið til. Já, svona myndbrot. Já, myndbrot sem ég verið að senda til vina og vandamanna áður en að Facebook kom og allt þetta, þeir voru bara að fá einhverja fæla frá mér og þið skilur þau. Þannig að ég hef allatíð verið þannig. Ljósmyndun og núna vídeo búið til þessar litlu stiklur og þannig að það fyrst og fremst, það bara sagan fyrir mig. Síðan kem ég heim, eins og núna, eftir Afríku, eftir Suður Ameríku. Það eru bara 12 dagar sem ég kom, ég rétt, þú veist, svona að tengja mig núna. Í janúar, ég get ekki beðið með að fara að leggja efnið út fyrir sjálfa mig. Ég kem heim með yfir 3000 skot, skilurðu. Og þetta eru sum skotin margtekin hjá mér af því að ég er alltaf að reyna að ná betra og betra skoti og lýsing og eitthvað, en þetta eru 6000 kilometrar sem við hjólum á, hvað voru það, 39 dögum eða 7 dögum og þannig að og ég kem heim líka með sko 40 blaðsíður á dagbókafærslum sem er algjör forsenda af öllu og það ger ég alltaf. Þú veist, ef ég spyrði hvað varst að gera í fríin og þú fyrir að segja mér, við vorum á hóteli, sundlaug og eitthvað sko, vantar allan essens, ef þú skrifar ekki niður, já ég hitti manna og við Laugarbakkann, hann sagði mér þetta, það gerði og skilur það þarf, dagbókin er algjör forsenda fyrir því að ég get skrifa bók eða bækur og framleitt heimildamynda þetta. En er það kvöð að setjast niður og skrifa eða tógar það líka í þig? Þegar ég er einn, þá er það ferðafélagi minn og sko dagbækurnar mínar eru það persónlegar að það er ekki allir sem fá að lesa þær. Skilurðu? Það eru alls konar hlutir sem kom upp í hugan sem ég verð fyrir þannig miklum svona áhrifum, aðstæðum sem kalla fram minningar jafnvel frá bernskunni, skilurðu? Allt skrifað. Allar tilfinningar. Og þetta er bara mín saga, skilur, þarna sem að birtist með þessum hætti. En út frá þessum gögnum öllum er þetta að búa til eitthvað myndbrot. Og síðan fylli ég inn í með svona frásögn eins og við erum að fara yfir núna. Ok, og þannig að jafnvel þegar þú gefur út fyrstu þættina af hringfaranum á RÚV og þeir slá í gegn og allt í hennu Kristján orðið þekktur í heitapottinum og fólk hefur séð þig, ferðast allan heiminn. Læðist þú aldrei að þér, herru, hvert ætlaðu vilja sjá kallinn fara næst? Ætlaðu vilja sjá mig fara til Suður Ameríku? Aldrei. Þetta er alltaf á þínum forsendum? Aldrei. Lofar? Já, lofa því. Algjörlega.
ekki til í dæminu sko, að við nokkur áhrif á mig með það sko. Nei. Nei, það myndi aldrei koma til, það er ekki sko, þú veist, ég er sko, fyrir utan að vera hringfæri þá er ég hálfgerður einfari sko, af því að mér líður svo vel einum. Já. Þú veist, konan líka, náttúrulega bara hún er fín, óbóðslega góð viðbót skilurðu, en það er öðru sér ferðalag og það er líka flott. Já. En það er komið þessi balans á okkar ferðamennsku sem er svo mikið beauty í dag. Já, og kannski fólk sem þekkir ekki alveg þína sögu eða er að heyra þér í fyrsta skipti, þá er þetta náttúrulega þannig að þú ert að fara í marga vikur eða mánuði í burtu og það náttúrulega þarf að finna eitthvað jafnvægi í bara eitthvað hjónabandi. Ég var í rúma 10 mánuði að fara hringinn. Já. Þú veist, það var margar kjaftasögur sem að fóra að kreik þá, skilurðu, og kemur fram með þess að í heimildamynda þáttaröðinu þessa hringferð. Nú, svo tek ég til Afríku, það er 7,5 mánuður, en það tók ég þremur slottum á vori, hausti og síðan vori, skilurðu. Já. Þannig að, og Ásdís var með mér í byrjun, í lokin og í miðbyggið, niður Króatíu og allt það, skilurðu. Þannig að leið og hitinn fór að hækka, þá sagði hún bara bless, það er 40 gráður, sko. Já. Og þannig að við erum, þú veist, og hún bara er fann að segja, Kristján, hvenær fyrir við næstu ferð? Hún er húgt, sko. Og maður þá spyrja bara beint hvernig það kemur til að næsta ferð varð að Suður Ameríku? Já, sko, eins og ég segja við þið, þá var það hugmyndin, hún byrjaði í Suður Afríku. Já, að koma hjólinn yfir. Já, ég bara fann engan flutningsaðala sem var tilbúin til þess að flytja hjólið til Buenos Aires í Argentínu. Að ég varð að vera á staðnum til þess að taka á móti því. Já. Og það bara gekk ekki og það á sama tíma þá hefur samband við mig Íslendingur sem býr erlendis, ég ætla ekki að fara nánar út í það, en hann segir, hann starfur hjá flugfélagi, við erum með hálftóma vél í Jóhannesarborg í Suður Afríku, við erum alveg til að kippa hjólunum þínu með þú vilt. Og þeir gerðu það og svo var það bara komið heim til Íslands innan einhverja vikna, sko. Hjólið? Hjólið, sko. Og ekki að tala að borga fyrir það, sko. Nei. Þetta er bara maður sem að fylgir mér á mínu ferðum og hefur svona orðið vinur minn. Skilurðu? Og þetta bara sýnir, sko, þá góðvild sem að ég er ofta tíðum að upplifa. Ég vil kannski bara nefna það. Að, þú veist, þó ég hef alveg efnaði að kosta þetta til. Já. En bara velvildina bakvita er náttúrulega farðu ekki keypt fyrir hinsins penninga, sko. Skilurðu, þannig að mér er ekki óhemja væntum svona laga, sko. Einmitt. Og þú veist þá þarna, þegar við búin að ljúka þessu svakalega ferðalegi yfir Afríku, eða niður Afríku ölluður, þá veistu þú ert að fara til Suður Ameríku og stóð alltaf til að taka Ásdísi með? Já. Hugmynd mín var svo og þannig seldi ég hugmyndina að vegna þess að þegar ég kem sagt, frá Ástralíu á sínum tíma á hringferðinni, þá flýg ég og með hjólið í flugfrakt, lendi í Santiago frá Ástralíu og hjóla síðan þaðan upp. Já. Og Baldursson minn kom í 2 vikur, hann við förum inn í Argentínu og svo framvegis. En við hjólum upp strönd, ég hjóla síðan upp strönd Chile og inn í Peru og svo framvegis, upp Suður Ameríku, Mið-Ameríku, Mexiko og svo Bandaríkin og flög heim frá Boston, skilurðu. Já. Átti alltaf eftir að fara, ég gaf mér ekki tíma til þess að fara suður Patagóníu á þeim tíma, vegna þess að ég var allt í einu komið bara á heimleið, skilurðu. Já. En það hefði orðið mjög góður tími hins vegar í janúar. Það er hásumar í Suður Ameríku í janúar. Það er akkurat öfugt við okkur, skilur. En er það góður tími? Er það ekki ofheitt? Nei, það er ekki ofheitt, það er út að fara svo sunnarlega, skilur. Að það er bara mjög góður tími. Okay. Þannig að það sem ég sá fyrir mér, það var það að við myndum fljúga til Buenos Aires og ég myndi fara niður Argentínu og síðan upp til Chile og hitta Ásdísi í Santiago. Og þaðan myndum við síðan vera að fara inn í
inn í Argentínu yfir Andesfjöllin sem ég er búin að gera og gerði með Baldrin til Mendoza og Salta og þetta svona vínræktar héröð og þú veist, það bara næs ferð, skilur við. Já. En síðan skeiði það þegar við vorum eiginlega búin að ákveða þetta og komum með hjólið heim að fara að við myndum leigja okkur hjól. Það var allt og mikil vesen fyrir mig að koma hjólinu frá Íslandi og við bara hættum að hugsa það. Ég finn aðila í Chile sem tilbúin að leigja mig hjól og hann staddur í Punta Arenas sem einum 700 kilometrum fyrir norðan síðsta punktinn í Suður-Ameríku. Þá ertu komið, já. Skilurðu? Okay. Það 3 tíma flug frá Santiago til Punta Arenas. Og hvernig flýgur til Santiago? Ég flög frá Miami og til Santiago 11 tímar og svo fram með, skilurðu. Einmitt. Þetta þá ekki 3 flugu eða hvað? Jú, við stoppuðum í Ameríku líka, sko. Já. Þannig að við förum eiginlega, þú veist, Boston og inn í Ameríku það sem var skiptinemi. Einmitt. Já, ok, þú gerði líka ferð úr því. Já, gerði það. Okay. Gaman að segja Freyja, það smá mont í því, ef ég má. Já, endilega. En þá var hérna skólastjóri, menntaskólans að sem var í sem skiptinemi 1973-74 fyrir, að bauð mér til að halda fyrirlestur fyrir skólan. Það var 600 manna fyrirlestur og það var algjörlega ótrúlegt fyrir mig að standa þarna á sviðinu og segja frá þessum ævintýrum mínum og hafði mjög gaman að og ég er stoltur af því. Já, ég trúi því, hlýtur að vera svona ákveðin lokun á hringnum fyrir. Það annar saga, sko. En allavega þá förum við flugum frá Miami og til Santiago, skilur við. Og síðan við þurfum að fara til Punta Arenas sem 3 tíma flug og þar ég búin að leigja mig hjól. Og við ætlum þá bara að fara upp sem sagt Patagóníu. Já. Það síðsti hluti í Suður-Ameríku, það Patagónia. Já. Og síðsta borgin í Patagónia Ushuaia, sem svona fræg borg fyrir það að vera endastöð veraldar. Já, skilur við. Nákvæmlega, fyrir til að bara komin á Suðurpólinn. Já, það 1000 kilometrar að Suðurpólinn, eða Suðurskautinu, sko. Já. Suðurheimskautinu. Eru mörgæsir hérna? Já. Sástuður? Já. Ok. Og áttaða því, og tökur bara beina línu, ef þú hugsar, sko, til að setja þetta aðeins í samhengi, að þá erum við að tala sko Suður-Ameríku, það að segja Suður-Afríku, Cape Town, Höfðaborg, að endin á þar, ef þú ferð með beina línu niður, að parallelt við Ushuaia, þá það 3000 kilometrar. Þetta engin smá lengd, skilur við. Ef þú ferð frá Oslo til Rómar, það 2500 kilometrar. Já, akkurat. Þetta maður bara þekkir ekki þessa vegalengdir. Og það eru farið svo svakalega sunnalega, sko. Já. En ok, við finnum þarna mann sem tilbúin til þess að leigja með mótuhjól eins og ég á. Já. Þú veist, ég vil vera að þekkja hjólið og ég ekki til að fara á annað en það sem ég sjálfur að hjóla á, skilur við. Og en ég verð kannski, ef ég má, að því að það mun skipta máli í framhaldi af þessari sögu, að segja frá því að þegar Baldur kom til mín til Santiago og við hjóluðum saman árið 2015 á leið minni kringum hnöttin og var hann með mér í 2 vikur. Þegar við erum að leggja stað frá Santiago og fengum kaffi á kaffihúsi og erum að koma út, þá maður fyrir utan og hann sparkar svona í framgjörðina og segir, það fyrirgeðstráka, hvað ég sé þetta svona eitthvað skrítið, númer á hjólunum, hvaðan þið? Og við segjum það. Og hann segir, já, hvað segir maður komið í hádegisverð til mín á morgun? Og ég bara, ekki málið, sko. Við báðir alveg til, sko. Og við vorum að fara út úr borginni, þannig við fyrir bara fáum okkur gistingu og fórum síðan til hans. Og þegar við mætum hjá honum stóru húsi svona í jaðri borgarinnar, þá bara hljómlistin, þá það Ólafur Arnalds, þú veist, bara hljómaðum allt húsið, sko, bara, og hann algjört fan á Ólaf og og svo kom ýmissa tenginga, þau þekkti Sigur Rós og Björk og alla, skilurðu, og þannig að frá þessum tíma þá hef ég verið svona bara í
sambandi við og við, þú veist ekkert miklu en bara svona, þú veist alltaf eitthvað touch Einmitt. og núna þegar við vorum búin að ákveða að fara í febrúar þess ári þá sett ég mig í samband til að leita ráða með þetta, hvernig myndur gera þetta og svo framvegis. Þannig að hann kemur allt í einu þarna inn með sko fullt af upplýsingum. Ok, en hann einhver ferðalangur eins og þú eða? Nei, bara heimamaður. Já. Og ég hef líka samband við íslenska ræðismanni eða í Chile og fæ mikið af upplýsingum. Ég tala við chilenskan skiptinema sem hér á landi, sem heitir Viktor, bæði honum í kaffi, í Hafnarfirði og við fórum yfir þetta allt saman. Þannig að ég með ákveðið plan, skilurðu. Kerfisfræðingur. Já, þú veist, það tekur mig alltaf, þú veist, allir þessi ferði, þú veist, það tekur mig hálft ára að vinna upp allar upplýsingar þegar þú ert algjörlega blank og hvert ert að fara, skilur. Það ekki tilviljun að þú lendir á öllum þessum stöðum og ég meina, eitthvað þarf maður að skilja eftir fyrir örlögin, en þú ert ansi vel skipulaður fyrir ferð. Já, þú veist, ég búin að setja þetta allt inn í kortagrunn og svo ég búin að exporta þessu yfir í síman og þegar við erum einhvers staðar á einhverjum ákveðnum stað, þá koma allir þessi deplar upp. Já. Og ég segi, ef hún fara þangað, ef að gera þetta, nei, það rigning, við sleppum þessu, við höldum áfram. Þannig ég með þetta allt í símónum, sko, bara on the spot, skilur við. Og upplýsingar undir og svo framvegis. Þannig ég búin að gera þessa heimavinnu mína. Já. Nema hvað, þarna erum við að fara í febrúar og það er bara, ég fæ bara COVID, 2 dögum fyrir brottför. Febrúar 2022. Já, ég fæ bara COVID. Og ég var búin að semja við hann það að ég myndi fá endurgreitt ef að ég fengi COVID, ég geti sannað það, hann samþykti það. Þegar áreyndi, þá komu flækjustig og samskiptin urðu rotin. Við skulum ekki orðengja það neitt meir, sko. Á milli þín? Já, mín og hans, því að hann stóð ekki við það að endurgreiða mér. Er það talað varðandi hjólið? Já, leigun og hjólinu. Já. Þannig að, og þú veist, átti ég að fara einhver málaferli og þú veist, nei, glemdi því. Þannig að ég saði við hann, herðu, hvað segir þú það að við gleymum fyrir samskiptum og við tökum upp tal eins og við sem að hittast í fyrsta skipti og hann greip boltan og úrvarð að hann segi, herðu, sko, að því hann var bara búin að segja, sko, bad luck, þú veist, þú færði þetta ekki tilbaka, sko, og þetta er umtalsverði peningar, skilur sem ég er að leigja fyrir. Og og nema hvað, hann kemur með þá upp á stúku, komdu í haust, þeirra vorar og þú getur bara, þú veist, fengið hjólið. Þannig að ég sagði bara, þú veist, ég tristi þér og ég ætla bara að byggja þetta á þessu, ég ætla ekki að fara að skrifa eitt en eitt, bara ég tristi þér. Og þannig förum við til Chile, þú veist, ekki vissum það hvort að við værum að fá hjólið eða ekki. Okay. Skilur þau? Nú síðan skeiði það að það kýtlaði mig dálítið, við skulum segja bara að kýtlaði dálítið hégóma minn að fara frá Punta Arenas sem að var í 700 km fjarlægð frá síðustu borginni Ushuaia að fara þangað niður. Já. Ásdís hafði engan á því. Þannig ég ákveð að þá leigi annað hjól hjá honum og ég fer einn niður og upp aftur. Hvað tekur það langa tíma? Þetta eru 1500 kilometrar, það tók mig eitthvað 6 daga. Ok. Skilur við? Já. En þú veist, ég vildi bara ég hef farið til Ushuaia, skilur við? Já, þú vildi bara teka við þetta. Bara klára þetta, skilur við? Og þannig að ég fer þarna einn og Ásdís bara eftir í Santiago, í spönskunámi, hefur það bara fínt, þannig bara í góðu yfirlæti, það var svona 20-25 stiga hiti, bara kjör aðstæður, skilur við, ég var í 6 stiga hita. Breytist hitist því svo mikið? Já, ég meina út að fara þarna 4.000 kilometra þarna niður, sko, eða hvað það er 3.000 kilometra og þetta bara orðið svo nálagt Suðurheimskautinu, þetta á þessum tíma. Já. Og það sem er þarna, sem að ég kannski áttaði mig ekki almennilega á, að ég er að taka við hjólunu þannig alveg í lokinu október. Já. Það er bara rétt búið að leysa, skilur þú, það er bara veturinn er svona var að klárast, sko. Já. Þegar ég fer síðan þarna leggast það frá Punta Arenas og niður til Ushuaia, þá er bara
vegirnir súper, það er ekki einu sem malbikað, það er stiftir vegir, ég hef bara ekki séð annað eins. Ok, og það er gott? Æðislegt, Já. þú veist bara þeir voru renni sléttir og flottir sko, en þarna fékk ég að kynnast hlut sem ég hef aldrei áður kynnst, það er vindurinn. Rosalegu vindur og þú veist, maður var svolítið hallandi hjólinu upp í vindin sko, og ég man eftir ég að hafa verið á eftir sko trukk, svona vöruflutning með trailer. Já. Trailerinn var skakkur á, vindurinn tók svo mikið á að hann var svona, hann skreið ekki á hliðinni, en þú sást alveg að hann var ekkert beint fyrir aftan bílinn sko. Og er þetta í kviðum eða er þetta bara stöðugur vindur? Bæði, þetta er stöðugur, allt frá vestri. Já. Og þannig að þú ert alltaf með þetta á hliðinni og þú veist, ég hélt stundum bara að reynda að halda í hjálminn að því ég var svo þreyttur í hálsvöðunum. Já, ok. Og svo komu kviðurnar líka og þú máttir ekki leggja eitt einasta hlut frá þér. Nei. Þú kannst ekki opna tanktöskuna og lagt eitthvað onni, það bara búm, það myndi allt fjúku úr henni. Veistu hvað þetta eru margir metrar á sekundi? Ég held að sé einhver staðar eitthvað yfir 20 metrar á sekundu. Ég áttir að googla þetta betur sko. En ok, þarna er ég við kjör aðstæður en í þessu mikla vind, skilur þau. Og bara mæta langfærabyrjunum bara búm, þú veist, maður einhvern veginn hendist til sko. En þetta gaf mér sko ákveðna hugmynd það í hvers konar aðstæðum við áttum eftir að lenda ég og Ásdís. Og mér leist ekki á þetta. Og svo hitti ég líka á þessari leið, hitti ég fólk sem að var að koma þessa að norðan, þar að segja frá Buenos Aires sem er í Argentínu og niður. Já, öfuga leið við ykkur. Öfuga leið, en við vorum að fara norður þessa leið en fara inn í Chile, ekki í Buenos Aires sem er fyrir austan. Já. Þannig að ég sagði við Ásdísi, heyrðu, þetta er hættulegt svæði sem við erum að fara á, vegna þess að ég var búin að googla það og ég vissi það að það var 73 kilometra vegur sem var malarvegur sem við þurftum að fara og er frægur vegur fyrir það að feikja bílum og mótorhjólum bara yfir allt, skilur það. Hvort hefur meira áhyggjur þarna af þér sem slíkum sem mótorhjólamanni eða snýr þetta svolítið að Ásdísi? Ég skal segja það að þegar ég man eftir því að þegar ég lendi í Punta Arena og Ásdís var í Santiago, þá var ég með mikinn kvíðboga og ég var að hugsa, er ég að eldast? Er þetta að taka á mig toll? Þú veist, er ég að gugna? Þú veist, en svo bara fann ég út úr því. Það var áhyggjur vegna Ásdísar. Ég hafði miklar áhyggjur af því að vera með hana aftan á og þegar ég var búin að eða svona hálfpartin varpa ábyrðinni yfir á hana þá var mér fara að líða eitthvað betur af því að það var hennar ákveða hvað hún ætlaði að gera. Já, þú var ekki að draga hann út í eitthvað sem hún vildi ekki gera. Já, þarna var ég búin að fara niður til Ushuaia, skiluru, og upplifa mörgæsirnar og allt þetta sko. En fyrst og fremst var það þetta hark í sambandi við vindin og ég hef aldrei kyrt á staði landsvæði þar sem ég sé jafnmarga krossa og leið og minningareiti farna vegfarendur. Wow. Aldrei? Aldrei. Og þú hefur farið við? Já, aldrei. Og alltaf, og svo sem leiði mér hjólið, sem leiði mér hjólið, við vorum bara ágættis mátar og hann, ég man alltaf, hann gerði alltaf svona, tók hérna í upptókturinn svona, Chris, passaði á dýrón. Alltaf að minna mig á það. Akkur var hann takið upptóktuna? Bara að horfa, fylgjast vel með? Hann var bara að leggja áherslu á það að ég væri vakandi. Hann tók svona upptóktin, opnaði augað og hérna. Og hvaða dýr er hann að varaði við? Það heitir guanacos, það er svona lamadýr, mjög spengilegt og þessi dýr hoppa yfir grindverk eins og ekkert sé og svo framvegis. Og ég lenti einmitt í því, en ég var á Varbergi og ég var að taka mynd með
vélinn minni sem ég er með á stýrinu, ég get gripið í hana, handfangið, og ef ég verð fyrir einhverju skyndilugu þá get ég droppað henni, sleppt henni, að hún í gorm, svona plastgormi, og þá bara dettur hún niður og ég get tekið stýrið. Og það var akkurat það sem skeiði þannig. Ég var að taka myndvídeó af þessum dýrum þarna við veginn, þegar eitt dýrið hleypur upp á veginn. Og þú ert á ferð? Ég er á ferð, já, ég er á ferð. Sem betur fyrir var ég ekki á mikilli ferð því ég var að taka vídeo af þessu, en ég þurfti að henda vélina frá mér og bremsa, skilurðu. Já. Og ég snart ekkert dýrið. Nei. En þetta er megin ástæðan fyrir því að fólk er að láta lífið. Bæði vindurinn og líka þetta, skilurðu. Að dýr að hlaupa í veg fyrir. Já, og vetra, ég kann ekki alveg skilgringa á því nákvæmlega, en þetta er raunverulega áhætta, skilurðu, að hætta. Já. Ok, síðan kem ég tilbaka til og hitti Ásdísi. Hún er reybrennandi í spænsku. Já, hún er reybrennandi í spænskunni og við förum, og ástæðan fyrir því að hún vildi ekki hitta mig norðar, að fljúga ekki alveg svona sunnalega, það var líka möguleiki hjá henni að hitta mig á öðrum stað, skilur, að fljúga ekki eins langt niður, suður, sko. Var svo að þá hefðu mist af þessum stórkostlegu þjóðgörðum. Já. Þú veist, það eru sko frá hérna Punta Arenas eru gerðir út leiðangrar eða svona ferða iðnaður sem fer með þessa, þú skulum segja hérna, gesti alla, hvort sem þeir innlendir eða erlendir, inn í þessa þjóðgarða, og það er hérna þjóðgarðin eins og Torres del Paine sem er stórkostlegt, skilurðu, bara það er ekki hægt að lýsa, bara all landslag þarna hefur mikla skírskotun til Íslands en er einhvern á einhverjum sterum. Já. Það er rosalegt að sjá þetta, sko. Var þetta ekki í stiklunni frá þér? Jú. Ég horfði á þetta og ég hugsaði af hverju ósköpunum fólk að koma til Íslands. Já. Ég veit að náttúrulega maður er með hlutræður, maður er bara vanur í íslenska landslæginu, en þegar ég sá þetta, ég hugsaði ég hef aldrei séð hann aðeins. Nei, þú veist, og ég verð fyrir þeirri upplifun líka að ég nefndi mörgæsirnar sem ég sá þegar ég var einn, skilurðu, þegar við erum þarna, þá verðum við vör við eitthvað dýralíf, þá er það púma. Já. Þú veist, ég bara tók upp drónanum leið og er með svona aðdráttarlinsu á drónanum og búm, þeir eru bara að fylla út skjáin. Já. Og þeir verði ekki vari við mig, sko. Þú ert svona langt í burt. Já. Ég held að þú var alveg uppið á. Nei, þeir heyri ekki í drónanum minn. Þetta er stórkostlegt. Þetta er dýr sem ég sé og ég hugsa, þetta er svolítið skeri. Þetta er alveg hérna. Já, nei, ég hef nú komist í næri, ég hef verið í meiri nánd við hættulegri dýr en púmuna, górulöðnar í Rúanda, sko. Já, en þetta var þvílík upplifun, skilur. Þannig að við erum að tala eins og, þú veist, Torres del Paine þjóðgarðinn, þar sem hún sér þessi risa vöxnu, bólgnu fjöll með mismöndi líparíti og basalt, og þetta er stórfenglegt. Magna. Og síðan er það líka borg sem heitir El Calafate, það sem að Morino jökullin er, Perito Morino jökullin er, og þú ert í svo mikill nánd við jökullin, það er svo jökulsárlónið, en þú ert svo í mikill nánd við sko jökuljaðarinn, að þú nánast sérð þegar hann er að brotna fyrir fram að þig, sko, og í mikið stærri skala heldur en það sem við þekkjum hér á Íslandi, já. Já, þannig að þetta er sannlega einn myndaðasti jökull í heimi, sko. Já, það. Já, en þannig er náttúrulega mikil ferðamennska og þú ert ekkert að upplifa þetta eitt, sko. Nei. Og svo er það hérna annar staður sem er El Celtín, þar sem að þú ert með Fitzroy fjallið sem er eitt af svona iconic fjöllum í Patagoníu, og þegar þú ert búin með þetta að upplifa þessa dýrðalla, að þá fara flestir tilbaka
Tilbaka hvert? Já, til Punta Arenas Já, og fljúa norður til Santiago. Já. Slepp öllu þar á milli. Já, þú veist, og þarna eins og ég segi, þarna voru vegirnir góðir, infrastruktúrin eða allt, þú veist, símasamband og allir innviðir bara góðir. Ég segi, við höfum aldrei gist á eins, hvað segir maður, sletta fascinating, eða sko, skemmtilegu hóteli eins og þar. Ég ekki að tala um luxus, þetta var hótel sem var byggt inn í frystiklefa, eða ekki frystiklefa, heldur versmið sem bjóð til frost. Þú veist, með öllum tækjum og tólum, búið að fæja þetta allt upp og það glitraði á þetta og svo lappar á glergólfi og móttakan var bara glerkassi inn í þessari, þú veist, þetta var stórkostlega upplifun á þessu hóteli. Við gerum ekkert slíka kröfur en One, vinnur minn í Santiago, sem var að hjálpa okkur að skipuleggja, þið verða að fara þarna. Mér er alveg saman hvað þetta kostar. Þið verðið að fara þarna. Og á þetta hótel? Á þetta hótel. Og Ásdís var gjaldkeri var ekki alveg til í það. Ég sagði, herru, nú fæ ég að ráða. Og þannig að þetta var mikil, það sem ég er að reyna að segja, er það að við upplifðum, þú veist, ekki bara þessa stórkostlegu náttúru og dýralið með púmað og fuglanlífið og allt þetta, heldur var allur infrastruktúr svo flottur þarna. Og hótelið, þannig að við vissum af því að á næsta legg inn í Argentínu, þá erum við að fara yfir túndrurnar í Argentínu, freðmýrarnar. Já, og það er ekki mikið túrismi þar? Það er ekkert, skilurðu. Það er ástæða fyrir að fólk flýgur þarna yfir. Já, þetta er bara eins og túndrurnar í Síberíu, sko. Þú veist, þetta er og þarna er vindur. Og það sem meira þarna ertu komin á malarvegi. Já. Og þú veist, hafði þennan kvíðbúa, og sérstaklega þessa 73 kílómetra sem nefndi áðan, sem eru þekkt mótuhjólaleið. Já. Ekki mótuhjólaleið, heldur þekkt erfið leið. Akkurat, erfið sérstaklega fyrir mótuhjól. Já. Og þarna eru flestir að koma bara frá Buenos Aires, eða það er að segja í Argentínu. Færri að fara síðan aftur inn í Chile. En við vildu fara inn í Chile að því nú vorum við fann að þekkja sko infrastruktúrin, bara vita að við varum að ganga aðaldi góðu svæði. En þetta svæði, þessi 73 kilometrar, það er að googla þetta sko á YouTube og sjá bara, þú veist, mótuhjólinn út í móa og slíkt. Og mótuhjólamenn, þeir stæra sig mikið á því að hafa komist þetta. Skilur. Og við hittum þarna fólk sem var að koma, hjón sem voru á mótuhjóli, argentínst hjón sem voru að koma sömuleið norðan frá Argentínu. Þau hefðu fallið. Dottið? Já, bara feikt út af. Og þau voru allt óslösuð. Svo hittum við argentínska stráka, 5 eða 6 strákar sem voru á mótuhjólum. Og þeir segja við mig, þegar ég berað, þá segja þeir sko, þú veist, 20 metrarnir eftir þú kemur af malbygginu eru hrikalegir. Skilur við. Þannig að ég var aðeins búin að heyra af þessu frá þessum 2 aðilum, hvernig þetta var. Hjónin sem að voru á mótuhjólinu einn saman, ég var búin að hleypa loft úr dekkjánum og það gerir maður við þessar aðstæður, skilur við. Þannig að það var mjög góð ábending og áminning það að ég átti að hleypa úr dekkjum. Þau sem duttu, voru þau á sikkoru hjólinu eða voru saman á hjóli? Eins og þú Ásdís? Já. Og þau höfðu tekið loft úr dekkjánum til þess að stabilisa hjólið. Og þannig að ég bara, fyrsta sem ég gerði, það var bara að lækka þrýstingin, sko. En þessir hinir mótuhjólagaurarnir, þeir sögðu mig sko 21. metrarnir af malbygginu eru rosalegir, þú skal bara vara á því. En það er þá í raunin líka smá væntingarstjórnun að segja að þetta eru bara 20 metrar, þetta er ekki allur vegurinn. Já, en það er bara ekstra slæmt þarna. En sko þegar þú segir 73 kilometrar, mér finnst það svolítið lítið. Ég veit ekki, hversu lengi er maður að komast yfir þessa 73 kilometrar, út af þetta malavegur, ég meina, þú ferð ekki á 90 kilometrar? Nei. Sko, þetta virkar kannski lítið, það er að segja
Bara í ljósi þess að við erum búin að nefna sko 1000 kílómetra hérna áður. Já, ég er bara ekki komið svo langt inn í söguna. Nei, ok. En þetta var ofboðslega krefjandi. Já. Ég stóð hjólið allan tíman, þú veist, alveg, og sem dæmi það hvað þetta var krefjandi, að hvarla ekki að mér að taka myndavélina. Nei, ok. Þú veist, eða ekki einu sem tegja mig í hana og ég sita á upptöku. Ástísi líka með litla myndavél, svona GoPro-vél. Hún tekur líka hvarla ekki að henni. Og þið samræmist þetta? Nei, við höfum bara engan áhuga á því. Nei. Og ég er meðvitaður þetta, vegna þess að í hvers skipti sem ég lendi í einhverjum slíkum aðstæðum sem að, ef maður segir bara að hræða mig, gefa mér slæma tilfinningu að maður eitthvað getur komið upp á, þá byrja ég að slökka á myndavélum. Já. Ég vil ekki eiga það. Nei. Ef eitthvað kemur fyrir, við höfum getað slasast hana. Ég myndi aldrei vilja eiga þá upptöku, skilurðu. Akkurat. Þetta er mjög... Og þú veist, sagafilm að segja, Kristján, þú verður að eiga, gleymi því, af því að ég er kannski dálítið forlega að trúa líka það að, þú veist, ítir það undir, þú ert eitthvað að gera. Nei, ég ætla bara að einbytta mér að verkefninu að koma okkur hérna yfir, skilurðu. Einmitt. Nema hvað, við komumst þarna yfir þetta og ég ætla kannski að gefa þér aðeins tilfinningu fyrir hvernig þetta var vegna þess að þú ert hérna, þessi malarvegur, hann er breiður, verulega breiður, það voru, má eiginlega segja að veri 3 akreinar, það er að segja bílför eftir 3 bíla, við skulum segja þannig, mesta leiðina, en þetta voru möl og það var þjappað þar sem bíldekkin voru, en á milli hjólfarana var mikil lausamöl. Þá er ég að tala um möl, sko, ekki einhvern sand, eða bara gróf möl. Og bílarnir eiga að þjappa þetta, en þeir þjappa bara í bílförunum. Já. Og ég, að því að ég er að fara á norður, vindurinn að vestan, þannig að ég hjólaði mest alla leiðina á móti umferðinni, vinstra megin, það voru lítil umferð by the way, sko. En á ystu akreininni til vinstri, í ysta hjólfarinu, og þar stend ég hjólið vegna þess að vindurinn gat feykt mér. Ef ég hefði verið hægra megin, þá var ég bara komin út í móa. Já, þú vilt lenda í rauninni bara frekar í mölinni. Já, ég vildi hafa borð fyrir báru og þegar vindurinn feykti mér, þá lendi ég upp á hregnum, skilurðu, og maður missir svona hálf stjórn á hjólunu, skilurðu, ef maður gerir þetta ekki rétt, og þá er ekki að slá af, þátt að gefa í, og þú ert að horfa lengst í burtu, ekki að horfa niður, þú ert að horfa bara nánast á sjóndeldarhingin, bara eins langt eins og getur, til þess að balansera hjólið með þyngdaflutningi. Og ef ég hefði ekki verið búin að fara á mótorhjólunámskeið, það er svo off-road torfæri námskeið hjá BMF, ég var þar í viku eða 5 daga, það er bara það besta sem ég hef gert mótorhjólulega séð. Já, það? Já, ég hef aldrei klárað þess að ferð án þeirra reynslu og þekkingu sem ég var mér úti þar. Vá. Bara punktur. Hvað gerir það svona vel þar? Hvernig fara að koma þér í erfiðar aðstæður? Já, þú ert alveg sko í þvílíkum aðstæðum, ég slasaði mig á námskeið? Ég braut mig ekki, en þú veist, ég var með marbrett bara frá nára niður á tær, sko. Ok, þannig að þetta er verklegt nám. Þetta er alveg full scale, skilur við. Það góða við það núna, og ég segi hver einasti maður sem ætlar að kaupa sér svona enduro hjól, fara á þetta námskeið, eða fá sér þessa þekkingu, og sem betur fer er manneski að koma með réttindi hér á landi sem búnar að fara í gegnum þetta, þannig að það má fá þessa manneski til þess að kenna sér, og það sem skemmtilegt við það, þetta er ung kona. Já, ok. Já. Þannig hún getur kennt þetta? Já. Ok. Þannig að ég bara leggja áherslu á það, hvað ég hef verið heppinn að hafa öðlast það að fara á þetta námskeið. Við þetta gerði áður en ég fór niður Afríku, vegna þess að ég braut mig rétt áður eða sko árið áður, og ég var bara laskar á líkam og sál, skilur, sjálfströstið var ekki mikið, og þegar ég var búin að jafna mig á öklabrótinu, þá fór ég á þetta námskeið. Þannig ég bý að þessu, en ég hef ekkert verið að sækjast eftir þessari
í raun og veru aldrei þessar reynslu, ég hef enga æfingu í þessu, þarna reyndi á mig. Er kent á þessu námskeið að horfa á sjóndeildarhringinn og gefa í frekar? Það bara þú ferði í mismöndum malar grifjur og ferði yfir þetta og bara hendist af og allavega, skilur og uppbrekkur og niður og hvernig þú festir og hvaðina, sko, það bara allar tegundur af torfæn sem þú fær kennslu í og æfingu. Já. En það sé, já, ok, þannig að við komumst þarna yfir, bara öndum léttar og við síðan hérna komum við á landamærunum að Chile og við Lago Argentino, það stærsta stöðuvatn í Suður Ameríku og komum að Chile og það hérna Chile Chico, heitir fyrsta borgin og við sáum hvað allt breyttist þarna í landamærastöðinni, það var allt með sjálfvirkara og sko Chile miklu þróaðara land heldur en Argentína. Já, það? Þannig já, það allt sem breyttist, skilur. Vissi ekki. Og hérna og síðan erum við þarna rétt komin inn í Chile og erum að hjóla með vatninu. Við út af okkar reynslu af Chile, bæði í San Diego og Punta Arenas og allt þetta og Puerto Natales, það sem flotta hótelið var og þetta, þá gerðum við bara ráð fyrir því að þessi vötn sem við vorum að fara þarna í kring yrðu bara svona nánast eins og Gardavatnið á Ítalíu eða Como-vatnið og við hlægjum að því núna, sko, Ásdís var með skó með svona hælum, sko, skilur, hún dröslaðist, að því hún bjóst við var henni bara svona, þú veist, að hafa það huggulegt. Já. Og hérna, herðu, fyrsta brekkan, það var bara beint upp, malarbrekka. Og þú veist, bara sjokk að sjá hvað við vorum að og í sjálfu sér var kannski ekki það mikið möl í því eða þannig hérna erfiðleikar, það var sól þannig að þú veist þetta var en bara brattinn og svo fórum við að hlykkjast upp og niður og alls konar vegir, sko, springur. Nei. 50 kilometra frá landamærastöðinni, sprungið aftur dekkinu. Nýkomin inn til Chile? Nýkomin inn. En búin að skrölda þessa 50 kilometrar tók okkur kannski einhverja 3 tíma eða 2-3 tíma. Já, þetta svona seinfærið. Já, þú veist þetta og hérna þú veist, ég bara sprungið, sko. Og ég er ekki með pumpu. Hann lét mig fá eigandi hjólsins lét mig fá svona sprengjuhylki. 5 sprengjuhylki. Hvernig virkaði þið? Það svona eins og rjómasprautu. Já. Nema þú, í hvers getur svona notar hana, þá eru að tæma hana. Já. Þannig að þú ætlar að bæta við loft á dekkið, já, þá ertu búin að eyða einu. Einmitt, það bara 1 skammtur. Já. Og var þetta þannig að þetta var sem sagt leki sem ég þurfti að vera alltaf að bæta á eða var þetta gat sem ég gæti bætt þá og svo framvegis. Sem betur fer var það gat eftir nagla. Já. Og leið og þú veist, ég er með hjólið í miklum bratta, þannig ég gæti ekki að setja á miðjustandarann. Þannig ég þurfti að snúa hjólinu við á þessum stað til þess að geta ekki setta upp á miðjustandarann. Og þetta var það þröngt allt saman að nýkomin út úr beygju, þannig ég tók töskurnar af hjólinu og gekk með það eitthvað 50 metra fyrir ofan og hina töskuna fyrir neðan bara til þess að bílar áttu þessu á eða önnu faratæki á að það var eitthvað með að vera þarna. Já, eins og varúðar þríhyrningur. Já, nákvæmlega. Og hérna, og síðan er ég að snúa þessu við og hérna hafði þó ræna á því að sitja, sko, GoPro-vélina mína á 3-fat, byrja á því og þú veist, ekki alveg í stuði, sko, skilur þú? En ég gerði það. Það er metnaður, Kristján. Þegar maður lendir í svona að segja það er sprungið, ég ætla að taka þetta upp. Það er bara síðasta sem maður ennir að gera. Nákvæmlega. Og hérna, ekki með pumpu og allt þetta. Og í því kemur rauður pick-up. Hvað 3 mennin í þessum bíl. Það er einhver bóndabæri eða neitt slíkt. Ég reikna með þetta hafi verið einhvers konar svona verkamenn eða verktakar út af viðgerðum á vegum. Nema hvað, ég spyr hvort það er í pumpu. Kemur gamli maðurinn með eina pumpu sem á svona 70 cm hæð, sko.
og ég pumpa og það gekk alveg bara leið sko, skilur ég ætla að taka fram, ég hef aldrei notað sprengihylkin og þau eru hættuleg þessi sprengihylki, að þú varar ekki á því og leigusalinn minn, hann fór í gegnum það allt með mér, maður verður að nota hanska, annars getur maður fengið mikinn bruna. Það er svo mikið kælingi í þessu þegar loftið fyrir úr. Þannig að þú veist að þannig að mér var leiðar alveg rosalega vel með pumpuna og get bara pumpa þarna. Bara eitthvað sem þú þekktir. Já, og kallarnir lágu og fundu gatið. Og leið og gatið var fundið þá sagði, gott og bless. Skilur, tókum alltaf að taka pumpuna. Ég fór í vasan, finn hérna sem betur fyrir dollara, nú ekki að segja hvað mikið, bara rétti gamla mannum og hann var hálf feiminn sko og svo bara kom eitt stort bros á andlitið á honum og hérna hann átti að segja því ég var að kaupa pumpuna á honum. Ég veit ekki hvor var ránaður hann eða ég þessi pumpa, hún fer upp á vegg hjá mér. Ég kom með hana heim. Já, hún fer upp á vegg. Þetta gaf mér þvílíkt mikla sko öryggis tilfinningu að vera með pumpuna og ég hef ekki séð stærri pumpa á mótorhjóli sko var ekkert að fela hana neitt en allavega, sjáðu til þarna erum við komin í þessar aðstæður. Má ég skjóta inn bara út af því þú ert búin að fá að kynnast svo mikil menningu í gegnum allir þessi ferðalög þegar að það kemur þarna rauður pallbíll með 3 mönnum laumast ekki svo hugsun að þér að segja, nú er ég komin í hættu, nú er einhver að fara að ræna mig eða nú er eitthvað vont að fara að gerast? Aldrei. Lofar? Ég lofa því. Þú skilur spurninguna? Já, þetta er bara í Chile. Sko, sjáðu til. Mér er alveg sama hvað menn segja að hversu heimurinn er hættulegur. Það er sko útilokað að einhverju bastardar sé að eyða tíma sínum á stöðum sem þessum. Þeir vilja nú hafa eitthvað meira fyrir stafni og eiga vona á einhverju feitari lögsum en einhverjum mótorhjólamanni á svona stöðum, skilur. Ok, þannig að þegar þú ert frá mannmerðinni þegar þú ert frá mannmerðinni og túristastöðunum, ef ég má svo segja, þá ertu í rauninni, þá veistu að þú gengur að örygginu vísu. Já, ég finn aldrei fyrir öryggisleysi. Aldrei. Ég meina, ég get nefnt eitt land, Kongo, það sem ég fann ég var ekki velkomin. Og ég fór út úr Kongo áður en að ég áætlaði að vera það miklu lengur. Það er af allt annar ástæður. Það er vegna sögulegra skýringar á nýlendutímanum og allt það, ég er ekki að fara út í það. Það er ekkert með mig að gera. Það er bara andúð við hvítamannin. Af því að hvítimaður var búin að pína þessa þjóð svo mikið. Já, bara í Kongo, ekki Já, aðal í Kongo. Aðal í Kongo. Það var búið að níðast á þessu fólki alveg rosalega og eða bara fólk var handhoggið ef að nöplaði einhverju og 10 milljónir drepnar og allt var þetta ábyrgð belgíska konungsins á Filippínos á sínu tíma. Þannig að það er ekki skrítið að sé einhvers það er eina skipti sem ég fundi fyrir svona óþægilegum andrúmslofti, skilur Þannig að þegar þeir mæta, þeir eru bara að reyna að skilja hvað er að og þeir stoppa til að tjekka á þeir. Já. Og bara, þú veist, þetta var bara og þeir hentu sér strax og hérna er gatið, sko, skilur og allt það og ég setti vatn á og boblaði allt saman, skilur og þá var að taka upp, ég hef aldrei notað sko tappasett fyrir, sko. Þarna þurfti ég þegar þú treður í? Já, treður í og hvernig þú gerir það allt saman. Já, þú ert að gera það í fyrsta skipti? Já. Ok. Og það sem að ég kannski vil segja að leigusalinn minn sem leigði með hjólið þegar hann afhendi með hjólið þá var hann að tala við mig eins og smákrakka fannst mér og ég hugsaði með mér á ég að láta hann vita, hann veit að ég er búin að fara í hringingum hnöttin ég er búin að fara til Suður-Afríku, þú veist, hann er að tala við mig eins og einhvern bjána en ég hugsaði ok, leifum honum, ég ætla ekki út af fyrir samskiptum þá átti ég ekki að fara að búa til einhver leiðindi hérna. Nei. Ég setti mig bara í stöðum það hlusta á hann af athygli og það sem skeiði, það var margt sem hann sagði og myndi mig á sem ég var búin að gleyma. Já. Og hann fór nákvæmlega í það hvernig ég átti að nota tappana, hvað ég átti að gera, skilurðu,
hreinsa gatið, stinga niður, kippa út til þess að klippa á þráðinn, nota hnífinn til þess að skera á, til þess að hafa slétt við ytrabyrði dekksins, þú veist, hafa bara svo margt. Já. Og ekki bara þetta, það var margt annað sem þetta gjaldeyrismál og allt, skilur fínar áminningar fínar áminningar og þetta og ég láti hann algjörlega vita það. Þú veist, hann bara, það gerur það? Já, algjörlega, skriflega sko, og í lokin. Já, vel gert. Já, en skal ég segja þér, það sem ég ætla að segja er það að já, og að tala hræðslun og það er ekki til, þú veist, ég er ekki að leika það neitt sko. Nei. Þú veist, ég er bara eins og ég svo marg oft sagt, fólk er gott. Akkurat. Og ég er bara svona aðeins að fá til að undirstrika það, því að þú ert þarna, þú veist, þú ert augljóslega ekki heimamaður, þú ert með konunni þarna, þetta er svona, hvað maður að segja, þú liggur svolítið vel við höggi. Já, einmitt. Ef fólki stendur eitthvað slengt til. Nákvæmlega. Meira segja þegar ég fór á Afríkuferðina, þá skrifaði ég svona tilgangin og markmið með ferðinni og ég held að bara fyrsta línan, þá sagði ég, mér langar þess að vita hvort að fólk í Afríku sé jafn gott og annar staðar í heiminum. Já. Það var bara fyrsta, skilur þau. Og ég er búin að svara þeirri spurningu. Akkurat. Þannig að nú er ég statur þannig og við erum búin að koma dekkinu í lag. Og ég vissi náttúrulega aldrei hvort að það er fullkomin viðgerðið ekki, en það sérst hélt og við heldum áfram. Og við tekur, við getum sagt að við tekur svona kaplar, þar sem að einhver byggð og þar er malbyggað, þannig að við svakalega, nú erum komin á malbygg. Og svo bara eftir 10 kilometra tekur malarvegurinn við. Já. Og ekki bara það, heldur upp þetta fjall, yfir þetta skarð og niður, skilurðu. Svo kemur önnur einhver 5 kilometra kapli og við þessum, skilurðu. Þetta var alltaf, þú veist, maður vissi aldrei hvenar við myndum komast á malbyggið. Og þetta gengur og þannig er engin sko þjónusta heldur, skilur þau. Og við erum svona á einu stað, við vorum svona leitað í litlu þorp einhverju veitingastað þegar að kona opnar hurðina og segir fyrirgeður hvað er eitthvað og við erum bara að leita þú veist, veitingastað. Það er nú bara engin veitingastaði hér og það sem er að það er ekki búin að opna sko. Við vorum svo sko snemma. Það er eins og að fara Ísland í mæ, skilur þau. Já, snemma á tímabilinu. Já. Og hún segi, vil ég ekki bara borða með okkur? Já. Þú veist. Og hún var með svona smá gistiheimili aðalega fyrir vegavinnu kallana, sko, sem eru að vinna endurbótum á vegakerfinu. Þannig að þarna, þú veist, þannig að og svona til þess að setja þig líka inn í sko stöðuna að þá er þetta svo langt frá þeirri menningu og venjum og hefðum sem við lifum hér á Íslandi. Útskýrið. Þú ferð á salernið og þú þarft að nota klósettpapirinn. Þú setur hann aldrei í klósettið. Nei. Það er bara, þú veist. Lagnirnar þóla það ekki. Já, þóla það ekki. Og þú droppa bara klósettpapirinn á gólfið. Eins og allir aðrir gera. Og þess vegna er fnykurinn, skilur það. Já, ok. Stundum var tunna. Já. Stundum ekki. Skilur það? Já. Stundum var þrifalegt, stundum var ekki og stundum var þetta bara alls ekki þrifalegt. Þetta er ekki aðstæður sem konan mín er skilur þau. Hún vil fá sitt hvítvinsglas á kvöldin, skilur þau. Þetta var langt frá því. Skilur aðstæðuna? Akkurat. Þú spurðir. Já, ég skil. Ég er núna að lesa. Já, sko, ég er náttúrulega vanur, þú veist, í gegnum Asíu. Já. Ég sagði við hann, Ásdís, vertu ánægð þessi klósettpapir. Já. Það var ekki Asíu. Nei. Þú veist bara heppin að vera vatn. Já. Þú veist, þetta er bara aðstæði sem verður að aðlaðið að. Já. Og þú veist, ég myndi aldrei geta verið að ferðast með þessum hætti sem ég er að gera nema að því að mér hefur lært það að aðlaða með svona hlutum. Já. Og í því felst líka áskorunin. Það er það. En þetta er bara fylgifiskur. Og þú eru að læra á það.
en hún var ekki þar og ég get sagt þér það hún sagði aldrei, hún má eiga það þessi elska, hún kvartaði aldrei hún var aldrei en ég fann það þú veist, þegar ég stoppaði og ég þurfti að hvílast og ég þurfti að drekka talningum eða ég vildi taka einhverja myndir og svo framvegis mín manneskja, hún sat bara á hjólinu það var bara statement let's go, höldum áfram já, skilurðu? ég er bara að bíða eftir ég er að ekki að eyða tímanum eitthvað hérna, við erum Nei. bara að fara út úr þessum aðstæðum skilurðu? Þetta er skýrskilabúð Já, algjörlega, og sagði ekki neitt og ég var eitthvað að segja þetta er nú rosalega fallegt bara, þú veist bara, skilurðu? Væri lægi að ég taki eitt drónaskot til Já, þú veist það var bara skerandi, sko, ef ég ætlaði að gera það og á tímabili þá hugsaði ég með mér á ég ekki bara að hætta þessu myndavela stússi mínu Það lættist að þér Já, ég var alveg að hugsa um það bara að segja, herðu, skýtt og lagó bara, ég nennis ekki lengur þú veist, andrúmsloftið var orðið líka dálítið þannig, skilur að mill okkar ég er ekkert að fela það, það var bara erfitt og ég var orðin sko líka líkamlega var þetta orðið rosalega erfitt fyrir mig Já, þannig að þegar við komum til borgarinnar Kohauki sem að er sem er þarna í svo kallu hérna í Patagóníunni sem að er í svo kallu Carretera Austral svæðinu í Chile sem er þekkt leið að þá 50.000 manna bær að þá hérna vill Ásdís bara, þú veist við sofum hann eina nótt og svo bara höldum við áfram já, bara straum Já, bara fara í norður, það var ekkert mjög heitt þannig laði séð, hún vildi bara komast til San Diego, þar sem hitinn var og bara njóta, skilur fara á norðar Hvað með þig? Nei, Þarna? já, ég sagði við hana Ásdís, og þar þurfti ég dálítið að svona stappa niður fæti, sko Já, og ég sagði við hana, ok ef við gerum það, þá er þessi ferð búin að mínu leiti þú veist, þá er þetta bara spurning fyrir okkur að koma okkur norður eins fljótt og mögulegt er ekki að njóta neins, bara strauja norður og ég segi ég hef verið oft í svona aðstæðum þó með öðrum hætti ég meina 50 gráða hiti í Súdan í miðri stjórnarbyltingu skilurðu og vissi ekki hvar ég átti að halla höfðum kvöldið eða slíkt sko Já, þá og búið með vassbyrðirnar og allt saman sko Já. og ég segi það, þú veist það sem við þurfum að gera núna er að hægja á okkur við þurfum að hvílast núna við þurfum að vera hérna 1, 2, 3, 4 nætur við þurfum að borða góðan mat við þurfum að finna uppáhaldsveitingahúsið okkar og við þurfum að tengja okkur við fólk þú veist, þetta er lykillinn að því að við getum fara að njóta aftur Vel gert og hún sagði, þetta er rétt hjá þér og við vorum þarna með minni 4 nætur Þannig í staðin fyrir að drífa sig í gegn bruna norður, strauja bara veginn áfram Já. þá leggur þú til andstæðuna Já. Við ætlum að vera hérna í nokkra nætur Já, og ég lá í bælinni einn dag, fyrsta daginn, bara búinn Já, þetta er svona mikil þreyta Já, þannig þú ert líka orðin var við þetta, þetta er ekki bara hún Ég er sko og þegar ég fer að reikna út yfirferðina á hverjum degi þar sem ég er að reyna að þóknast henni að halda áfram þá erum við að keyra 200 kilometra á dag Já, að meðaltali ekki bara sléttum vegi Nei, tók okkur 8 eða 9 tíma Já. Þú veist, þetta er og þú veist, það er ekki bara þú veist, hérna, hálsöðarnir og allt saman, þú veist, ég stend af, við getum sagt af þessum 6.000 kilometrum, það voru 16, ég er búin að rekna þetta út, það voru 1600 kilometrar sem við getum sagt að hafa verið erfiðir 80% af þeirri leið stend ég hjólið stend ég á hjólinu og það þýðir það sko að puttarnir á mér eru konum með sinnadrátt og dóða og allt saman því ég er annarkvort á kúplingunni eða bremsun þú ert stöðut í einhverju fínhreyfingum og til þess að auka enn frekar, kannski þú veist alveg rétt að það komi fram að þegar ég tek á mótihjólunni í Punta Arenas að þá kemur í ljós að hjólið er 2007 mótil en ekki
ekki, ég meni ég á nýjasta mótilið og ég okay. elsta mótilhjóli með 1200 hjól allir ekki 3 ára, 4 ára ég skil, það var bara miklu eldra en á helst þetta er bara trukkur, þetta er bara Massi Ferguson strípaður, ekki með neinum tölvukerfum og þú veist í hjólinu mínu get ég valið á milli enduro og rain og svo framvegis þannig að ég er vanur að spila með þetta hér er ég bara með þú veist það er ekki eins og spólvörn þú veist ég tók eftir því ég var að fara á staði mér fannst hjóli alltaf bara að prjóna sko. Þannig að ég er allt í hennu komin bara á trukk og hann byrjar að segja já, heyrðu ég hef bara látið vita að hérna, bensinmælirinn hann er óvirkur og reyndar kilometramælirinn líka þú veist, nice skilur þurfti ég að vera að reikna út á hverju kvöldi meðaleiðsluna og áætla hvað er mikið á tanknum sem þýtti það náttúrulega við keyptum okkur hérna 10 lítra ég keypti með 10 lítra auka tank og var með hann sem bættist við á stellið skilur þannig að þetta var enn frekar svona þetta jók enn frekar á þennan erfiðleika minn að höndla eitthvað sem ég var ekki vanur en þannig þegar þú segir að þú hvílist í dag heilan dag og ert þá greinilega komið með mikla uppsafnaða þreytu og þetta er greinilega erfitt. Ég lá bara í bælinu sko. Einmitt, þú veist, þá verði ég að spyrja svona og sem ég var að koma kannski í upphafi, hvar er nautnin í þessu? Þetta er ekki eins og best að vera á kosið eða? Ég veit að þessar ferðir er ekki bara hlæjandi á mótorhjólinu og þetta er svo gaman, þú ert að sækjast í einhverju áskorun en þarna greinilega verðist þú vera komin yfir línuna eða ekki? Þannig er þetta ekki nægilega njóta nóg mikið á móti. Þetta, þú veist, ég þekki þetta bara. Þú veist, ég get nefnt fleiri staðum heiminn þar sem ég bara, heyrðu, nú ætla ég bara vera hér í einhvern tíma og ná að núlstilla mig og ég býð eftir því að mig langi að fara á stað aftur. Þú veist, ég er ekki að þvinga mig á stað, heldur bara það kemur alltaf að því að þið langar að stað. Og nota bene, það var ekki hægt að fara tilbaka. Eftir túndrurnar, ég var ekki að fara tilbaka þá leið. Það var alveg á hreinu. Ég meina, við vorum bara heppin að hafa komist þar yfir. En síðan komum við þarna, ég er búin að lýsa þessar leið og hvernig ástandi var að orða Ásdísi. Hún segir það við mig að hún hefur aldrei orðið hrædd. Sem er náttúrulega hrikalega, þú veist, mér líður vel með það. En ég skal alveg játa það að ég var með samvöskubit yfir því að hafa dregjan í þessar aðstæður og ef þú manst eftir í heimildamynda þáttaðunum hjá mér þegar ég fór niður Indónesíu þá var ég samferða hjónum hann fór á Spáni, hún fór á Rúmeníu þau voru nýgift og voru að koma frá Barcelona og við hittum og ég fyrir tilvíðlun hittust við á bátnum sem fór með okkur frá Malasíu yfir á Indónesíu og við hjólum niður 4 kilometra niður Indónesíu þau eru komið til Bali skildu þau skilur þau skildu hann fór til Barcelona og hún var til Rúmeníu við erum búin að vera í góðu sambandi síðan þau hafa meira svo komið saman til Íslands bara sem vinir en þegar ég sendi honum núna bréf eftir þessa reynslu mína til Suður Ameríku þú veist ég sendi svona fréttabréf og þá fæ ég langt bréf frá honum og hann segir þetta er það sem skeiði hjá okkur Lori ég var þjakaður af samviskubiti yfir að hafa tekið hana með mér og hann lefur að lýsa þessu öllu saman og þarna í fyrsta skipti skil ég í raun og veru út af hverju þau skildu ég tengdi mig svo við þetta ekki það að við værum komin á þann stað ég og Ásdís, við byggjum á gömlu merk skilum við ekki nýgift en skilur við að ég allt í henni bara skildi ég hvað, af því að ég var þjakar að þessu samvinskapiti að við verðum búin að koma henni í þessar aðstæður og ég var alltaf að reyna einhvern veginn að þóknast henni en að lokum sprakk það og ég sagði, heyrðu, hingað ekki lengra við verðum að hægja okkur. En vissur ekki hvað varst að fara út í? Nei. Með hana? Nei. Svo kemur í ljós þegar að þú veist, ég er með svona smá kannski byrju, akkur kemur þetta mér svona var ég ekki búin að undirbúa mig þá kemur bara ljós, allir þeir ráðgjafar í Chile sem ég reyndi mig á enginn þeirra hafi komið ánga ekki einu svona
ekki einu sinni leiðsögumæðurinn í San Diego sem að við þekktum frá fyrri tíð hafi komið hana og engin Chile búi sem við hittum hafði farið þessa leið sem við erum að fara og ég bara að skrölda við hjónin að skrölda á mótuhjóli þannig eins og ekkert sé, og yfirleitt þetta þannig að mótuhjólamenn sem að fara og þessum við hittum, tölvörtum mótuhjóla lið þannig allavega einhverja þeir voru í hóp með trússbíl skilurðu okay. og það búið að hugsa fyrir öllum bóka alla staði og þú veist, þeir þurftu ekki að hugsa neitt, þeir voru jafnvel bara létt hjólandi með allan farangurinn á trússbílnum Já, þannig að þeim vantaði pumpu og bílaði þá bara hjólinn kipt upp á bílinn, skilur gríðarlega öryggisnett það var, og þannig myndi ég, ef einhver er að fara það myndi ég ráðleggja mönnum að gera þú veist, það veri ekki að bara til að hafa ánægjuna í þessu þú veist, þetta var það krefjandi eins og ég er að náttúrulega reyna að lýsa fyrir þér þannig að leiðin var erfiðari en þú bjóst við og hefðir nokkuð tíma geta í rauninni upplýst þig og síðan gera það örgulega tvöfalt erfiðara að vera að draga ástísi í gegnum þetta bæði út af þyngdinni og þyngdapunktinum ég er ekki eins kvikur skilur þegar ég er með þyngdaflutningin á alltaf og líka bara þessa sálfræðilegu ánauð skilur að reyna að uppfylla hennar væntingar en svo þegar við komum til Kohegi og erum leggja stað orðin flott skilur og þá erum við bara á malbiki og svo allt í einu eitt fjallið viðbót og annað fjall og þú veist, ég ætla ekki að vera að útskýra, þú veist, þetta bara þarna eru vegavinnu flokkar á fullu að grafa, þú veist, snjórinn og skór trén hafa fallið yfir veginn, skilurðu, það hefur verið alls konar vinnuvélar í gangi og möl og bæting og svona, þetta þurftum við alltaf að vera að þræða og svo ryk og drulla og víxl, þannig að gera langa sögustutta, þá séum við 20 kilometra eftir þú veist, á þessu dæmi og það eru bara einu verstu 20 kilometra í ferðinni mótuhjólulega séð það er svo út af þessum vinnuframkvæmdum öllum og þegar ég stend Ásdís sér ekki neitt, allt í hennu bara einhver trukkur fram erum við að mæta og þannig og það verið að setja lausamöl og viðbótarefni ofan í og allt þetta laust og þú veist, fólk er alltaf að segja farið nú varlega, það er ekki máli það er ekki hægt að fara varlega í þessum aðstæðum þú verður að halda ákveðinu skriði til þess að detta ekki, skilur og þá verður þú ákveðin og einbeittur og það er að fara varlega það er hluta af kennslunni nema hvað, þegar að við förum þarna upp síðasta fjallgarðin, erum að komið niður beint ofan í fjöruna þar endaði vegurinn í fjöruborðinu þar er smá rampur og þangað kemur ferja einu svona sólarhring Vissirðu þetta? Þetta vissi ég vegna Juan vina minns í San Diego við vorum aldrei í internetsambandi skilurðu, nema á kvöldin þegar við komumst á næturstað, þá komst maður á einhver stað, jafnvel bara einhver lítil búðarsjoppa þar sáttu fólki fyrir utan bara búið að tengja sig við netið í búðinni og skilur en síminn virkaði ekkert þannig að hann fylgdi okkur síðusta spölinn þarna til þess að bóka fyrir okkur á þeim stöðum sem voru opnir þannig að við áttum þá allavega stað til þess að halla höfði og hann var búinn að finna líka að það besta sem til var, ég sagði bara lúksus ég vildi að Ásdís upplýði og það var, þú veist sumt var gott og sumt var betra skilur við, það var engin tannig lúksus og þar áttu við svona lots við ferjuhöfnina í fjöruborðinu ferjan kom daginn eftir þannig að þetta er alveg bær sem er þarna við nei, bara eitt hús eða svona kofar, lotsar hvað kallaði maður það einhverjir
þetta var svona algjörðu sumbústa svona, Já, þú veist, akkurat. en með mat Bústaðir. við gáttum fengið mat og Já. það var huggulegt sko Ok. og þetta var í þjóðgarði Já. og það mátti ekki nota plast þarna. Það var gaman að segja frá því að þessi þjóðgarð var gefin af Bandaríkjamanni sem man ekki hvað heitir en hann er, skal ég segja þér, stofnandi North Face. Nei. Jú. Og hann hagnaði svo mikið, hann keypti upp land í Suður-Ameríku, hann er með stærsta eignasagn af landi í heiminum. Nú, já, hann keypti lóðir bara. Já, eða sko landsvæði. Já. Og hann gaf þetta til ríkisins, Vá. en það voru ákveðin skilyrði meðan annars stað að hann var mikill náttúrunnandi og þannig hann gefur þetta og þetta var svona allt skilur svona náttúru sustainable, svona allt dæmi og bara gaman að því en hann dó 72 ára að kajakferð í Chile hann valt og kólnaði svo mikið að hann dó. Nei. Já, ég man ekki alveg hvenær það var en hann sérst er látin en þarna eru við og síðan kemur ferjan skilurðu og fer með okkur í 5 tíma stím að næsta vegkafli. Þannig að þú getur rétt ímyndaði hvað þetta er mikið afskekt. Já. Og þar komum við að landi, hjóluðum í klukktíma, önnur ferja í klukktíma, hálftíma og þá vorum við komin á fastland, getum við sagt. Vá. Skilur við. Og þá er bara klukkan orðin 10 kvöldið. Þá þurftum við að hjóla næstu borgar sem að One vinnu minn, by the way, hann kallaði sig alltaf Basecamp. Hann notaði Basecamp, hann var í Basecamp sko. Þetta var hrikalega skemmtileg samskipti sem við áttum þarna við hann. Hann fann sig í sko svona einhverjum rescue liði sko að passa upp á ástísi sko. Já, þannig þið voru á leiðin í Basecamp þarna. Aftur í Base. Já. Og við förum til borgar sem heitir Puerto Varas og þá erum við komin á Malbik, skilur við. Og ég man alltaf eftir því þegar við komum þannig 1 á nóttu, þá var hann búinn að láta arrangera ostum og svona pulsum og kampavíni. Og þú veist, þetta höfðu við ekki séð, skilur við. Nei. Og við skengjum okkur og Ásdís segir, Kristján, mér langar til að skála hérna við þig. Og ég held hún alltaf að segja, sko, þakkaði fyrir að hafa komið mér hingað eða þú veist, eitthvað mjög touchy sko. Já. Þú veist alveg til í það. Já, hún sagði, við erum komin í menningu. Já. Skilur það? Ég mun aldrei gleyma þessari setningu, við erum komin í menningu. Þú erum hélt á kampavísklassinu og þú ert búin að fara í gegnum þetta allt saman. En þarna erum við komin. Og við, þú veist, við erum bara á fínu hóteli, engin luxus en bara æðislegt sko. Og þegar ég fæ skeyti í WhatsAppinu mínu Hi Christian, how are you? Og ég bara, hver er þetta? Og ég segi, þú veist, I'm fine, but who are you? Where did we meet? Sagði ég held að við hefum einhvers þar hist. Þá kemur ég, nei, við hittum sko ekki. Ég er bara búin að vera að fylgja ykkur. Og ég sé að þeir eru komin í borginu mína. Og ég er að velta fyrir mig hvort að þið vildu koma í bara kvöldkaffi til mín og þú veist, þetta var daginn eftir sko. Já. Og ég herðu tekja mig ekki neitt bara ég er ekki stuðið sko. Ég segi, við erum svo þreytt að við bara getum meikuð það ekki og hann segi, hvað með þið fyrramáli? Og ég, ok herðu, hvað með að þú komir á hóteli hjá okkur og og í morgunmat hjá okkur, við bjóðum. Já. Hann kemur. Og þetta er bara einhver? Já, bara einhver. Þú veist ekki? Bara einhver. Við bjóðum mér í morgunmat? Já. Ok. Já. Og svo fyrir við að tala saman. Og þá kemur í ljós að... Í persónu? Já, hann kemur á hótelið morgun eftir og við erum bara í morgunmat og bara byrja að tala saman og svona. Og þá, þú veist, frettið þú af okkur og allt þetta. Og þá sagði hann, ok, ég var fyrir 2 vikum í svona reunion úr barnaskóla og þar hittir hann One vin okkar í San Diego og One er að segja honum að hann sé að fylgja okkur og hjálpa okkur og aðstofa okkur skilurðu og er búin að vera og segir frá tengslunum
og þessi maður sem heitir Ezekias, hann fer bara og fylgir mér á Instagram. Já. Og hérna þannig að hann hefur frumkvæðið því að hafa samband við mig og hann segir þarna hérna, við erum búin að tala saman og þú veist greinilega bara flottu gaur og hann segir hérna, hvað ætlaði að gera hvað er planið núna hjá ykkur? Bara koma okkur til Santiago þarna voru 1000 kilometrar til Santiago sem þú sér fyrir þér að fara á mótorhjóli. Já, við erum að klára ferðina alveg til Santiago. Ég bara hugsa sko hvort þú þurfur einhvers staðar að fljúga, einhvers staðar að sigla eða eitthvað svo leys. Þarna voru bara að fara nánast beint. Ok, bara Ásdís stæl, bara setjast á og botna hjólið. Við hefðum getað farið bara á highway, Panamericano highway, Panamerica highway, en við gerðum sko lykkjur á fórum og nutum, ég segi kannski aðeins meira frá því, en allavega þá þetta þannig að hann segi, og ég segi við hann, herðu, við erum bara búin að panta okkur hérna luxushótel sem að vinur minn var búin að finna bara spa, nutt matur, hvíld og við ætlum að vera þarna í 2 nætur og hann segir, ok en sko, þið getur líka búið hjá mér, eða vilji. Ég er með hérna, gott hús hérna niður við vatnið og hérna, engin pressa sér hann og ég segi, Ásdís, bara ævintýri. Þannig að við skipuðum, búin að ganga frá því öllu, við skipuðum því bara og fórum til hans. Ásdís til eða líka? Já. Ánægði með hana? Já, bara og hérna það er bara þjónustukona sem að þjónustur þær fyrir okkur allt saman og útbýrlun, hádegisverðin og við erum bara að tala saman og fræðast og þú veist, ég fræðist alveg hann og þá er þetta eigandi stóru laxeldis fyrirtæki í Chile og það sem meira var að hann var fyrir einhverjum 10 ári síðan, þá stofnaði hann skóla fyrir svona fátæka eða sko eitthvað svona fyrir börn sem minna mega sín. Já, það voru 1100 nemendur í skólanum. Já, í þessum bæ? Já. Ok. Og svo erum við bara búin að tala saman og ég segja frá mér og hann var búin að skoða síðun og heimasíðun og alltaf vissi töluvert okkur auk þess að hann var búin að tala líka við sko One okkur. Já. Og hann segir voru að borða hádegisverðina og segir hann, ég er með hugmynd, engin pressa, en vinur minn hann á þyrlu og hann er tilbúin þess að fara með ykkur. Og já, ég bara þurfum ekki að hugsa það, segi ég, við bara förum. Herruð, við erum bara eftir klukkutíma, þá hittum við hann, vininn, og ég segi svona við hann, herruð, hvað eru við að fara að tala langa tíma? Hugsaði með mér sko einhvern svona hálftíma, þú veist að hann segir 2 tíma, ég segi 2 tíma, hugsaði ég hvernig nennum við að vera í 2 tíma í þyrlu svona fljúandum í þyrlu er það 4 tímar liðu eins og ekki neitt þetta var ný þyrla, ekkert stór og hann fer með okkur inn í óbyggðir Chile og nú var ég aftur að sitja það í sko hugar ástandi sem við vorum að lifa í þegar við vorum mótíhjónu. Endilega. Fjöllin voru svo gríðarlega há að þegar ég leit upp sko ég fekk bara verk í hálsin, þetta var svo hátt. Þetta bara snúa hausnum upp. Snúa algjörlega bara beint upp og við erum að hjóla alveg í rótum þessara fjalla, skilurðu. Og það er gríðarlega líka mikill skógur sem byrði útsýni og eitt skipti vorum við búin að hjóla með fram vatni og við áttum okkur ekki á því af því að það var bara 3 veggur sem að grindi, skilur það, þannig að þetta var svo mikið í skógi líka þó að það voru svona lookout og maður gæti séð og fegurðin á því talningum þið tók upp drónan og allt það þarna erum við að fljúa inn í þessar svona óbyggðir og við erum að tylla okkur á fjallstinda hann lendir, ég bara trúði þess ekki ég sá stikluna sem þú sýndir og ég veit ekki hvort þú sýndir allt en ég hugsaði bara,
Hver í óskopunum er þessi maður? Hann að haga þessari þyrlu eins og ykkur tölvuleik. Hann bara letti á einhverju pínulitlum sandfleti út í einhverju vatni þarna. Og það í 2000 metra hæð. Já, ég hef bara aldrei séð hann eins. Það enginn komið þarna. Nei. Já, einmitt. Þú veist, og hann fer með okkur í einhvern fjallasal, þú sást það líka. Já. Fjallasal sem að granítveggurinn einhverju 200-300 metra upp og hann lendir þyrluna þarna. Já. Og eins og sko, þú veist, þetta var svo mikil upplifun að þegar ég horfi á hann, við komum að þessu vatni og ég sé þessa litlu eyju, hvartlaði ekki að mér að maðurinn ætlaði að lenda þarna. Nei, einmitt. Þú veist, ég bara, herðu, þegar hann lendir og er að lenda, þá bara finn ég, og ég verið með svona, þú veist, intercom á milli okkar, það heyrist náttúrulega ekkert fyrir sko vélarhljóðinu, en við erum getum talað á milli okkar, og ég sagði við hann, veist það, Stefán, ég hef aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr. Þú veist, það var bara svona overwhelming, öll þessu upplifun. Já. Allt þetta fljúa á milli fjallatindana, lenda með fossunum, vötnunum, steypa sér niður, og ég sagði alveg í byrjun, sko, no tricks. Þú veist, ekkert að leika sér hérna, sko. Hann sagði, nei. En þú veist, þetta var svona bara rosaleg upplifun, og svo þegar hann lendir á þessari eyju, þú veist, ég bara átti ekki orð, sko. Nei. Og ég fæ núna með að segja gæsahúð, skilurðu. Og þá sagði hann hérna, já, þegar ég fór með móðu mína hérna, þá bugast hún fór bara að gráta. Af bara mikil fengninni. Já. Og ég get sagt þér það að ég skilja það fullkomlega. Já. Þetta var þannig. Þannig að, skilurðu, komandi líka úr þessu harki okkar öllu. Já. Og allt í henni inn í þessa veröld. Já. Var svo ofboðslega mikið. Nei, og líka bara að þið hafið samt eftir þetta hark verið opinn fyrir því að segja, já, við hittum þennan einhvern sem sendir mér skilaboð, við sleppum lúksusnum og gistum hjá honum, og það endar í einhverju svona þyrluferð, bara upplifun eins og þú segir, þú hefur mögulega staðið á einhverjum bletti á jörðinni sem enginn hefur komið á áður. Klárlega, ekki einu svona á svona stað, sko. Nei. En voruð ekkert smeykaðna í þyrlunni? Nei. Það var fagmannlegur? Já, það er rosalega. Og ég á hérna, ef þú horfir á sko myndbandið aftur og sér það sem að þyrlan er lent fyrir framan foss. Já. Og ég og Stefán, við sitjum á trjádrumbi og erum að ræða saman. Já. Ég get sagt þér það, þetta er moment sem að ég hef upplifað nokkru sinnum á ferðalögum minnum heiminn. Það er nánast óútskýranlegt fyrir mig að segja hvers konar moment þetta er, en þetta er svo óbóðslega sterk tenging við mannin. Ég veit ekki hvort þú manst eftir stúlkunni í Indlandi sem var að uppfarta. Það er eitt momentið. Það er vöruflutningabílstjórinn í Egyptalandi, kóranmaðurinn sem ég kalla. Undir brúnni. Já. Þú veist, það er þessi mikla nálægð, einhver samhugur og einhver, ég veit ekki, ég get eiginlega ekki koma orðum að þessu. Þetta er eitt slíkt moment sem mun lifa með mér, skilurðu. Og þarna förum við að tala saman bara eins og bara gamli vinnir, skilurðu. Og það er einhvern veginn allt sem að rammar þetta moment inn, þessi fallegi foss með þyrluna á milli okkar, skilurðu. Þetta, ekki það þyrlan hafi skipt öll í þessu, en bara einhvern veginn þessi mynd, hún er svo greift í huga mér. Og hann fyrir að segja mér sögur, og það endar með því að hann segir mér söguna reyndar, já, ég kannski aðeins að býða með að segja það frá sögun, en hún er stórmerkileg, en allavega við förum þarna og hann segir, herðu, við erum búin að vera 4 tíma, við verðum að fara núna tilbaka vegna þess að Ezekias, okkar nýja vinur, hann er búin að bjóða í veislu. Já. Og hann býður þarna 4 öðrum hjónum, og það er bara grand dinner og cocktail og með hrikalega flottu fólki, einhverjum
hérna fjallaklifur gaur sem er þekktur í Suður Ameríku og þú veist hefur klifið eitthvað allsvæstnasta fjall sem til í Chile og allt þetta. Þannig að bara mjög skemmtilegt, bæði áhugavert að tala við það og svo hafði það bara sýnt okkur svo mikið áhuga líka. En hérna, og svo þegar við bara kveðjum fólki og förum að sofa þá sagði ég, Ezekias, er það svo að við vorum bara að kynnast í morgun? Já, þetta bara leið eins og ykkur ár. Já, þú veistu, við bara varum góðir vinir þarna og bara tókum við utan og hvern annan og góða nótt og svo var þessu skilur við. Bara, og nota bene, allt hófst þetta 2015 í San Diego þegar að One vinur minn kom og sparkaði fram dekkið. Einmitt. Hugsaðir. Þetta spark var öllu þessu. Já. Þú þarft að vera móttækilegur og opinn fyrir því að grípa svona tækifæri og ég elska svona lag. Þetta er minn ferðamáti, skilur við. En nú ætla ég að segja söguna af Stefáni. Já, þyrlu flugmannum. Já. Þyrlan var bara eins og móttökli hjá mér. Þetta var bara leikur, sko. Þegar hann lenti með okkur og sagði þið verður að koma ykkur núna til heimilis Ezekias, ég ætla að fara og ná í konuna mína. Hann var bara að fara á þyrlunni og ná í konuna. Sko. Já, á þyrlunni. Já, hann bara lentir heima hjá sér og hún náði í hana. Sko. Skilur, þetta var bara ferðamáti hjá hann. Sko. Já, og hann er bara að fara með vin og hann fer sjálfur inn í fjöllin og allt þetta. Skilur. Hann gerir þetta líka fyrir sjálfan sig? Já, hann er fyrst og fremst ekki. Þetta er engin atvinna. Nei, ok. Engin atvinna. Nú, hann er ekki þyrluflugmaður að skuttla. Nei, ég þarf að segja að þetta er bara eins og mótili á mér. Ég hef ekki neina atvinna þessu. Nei. Bara á þessa þyrlu. En svo kemur sagan. Og það er þannig að faðir hans var Þjóðveri og hann flýr undan nasistunum 17 ára þegar að foreldrar hans hafðu verið teknir til fanga og sennilega, þú veist, farið í Auschwitz og allt það. Nema faðir hans, hann flýr til Chile og hann byrja nýtt líf þar og hann gerist bóndi. Faðir hans Stefán? Já. Stefán er á svipum aldrei og ég. Þannig að hann flýr þannig að þetta gerist bóndi og hann í raun og veru segir aldrei börnunum sínum, ég held þau séu 3, minna þau séu 3 með Stefáni, að þú veist frá sögunni að hann vildi ekkert vera að rifja upp niðurlæginguna og þennan erfiða tíma. Hann vildi bara láta börnin sín þú veist, vera frjáls og lifa nýju lífi en engu að síður þá vissuðu af þessu í stórum drætti. Þau vissu það líka, krakkarnir, að hann átti litla mynd, hún var 70 sinnum 90 cm sem að var tekin af pabba þeirra og hún var niður komin í listasafninu í Düsseldorf í Þýskalandi, þessi mynd. Og fyrir einhverjum árum síðan að þá var félag gyðinga á heimsvísu sem fóru í málarekstur við ýmis listasöfn og bæjarfélög og ríkistofnanir endurheimtur á þessum eignum fyrirverandi gyðinga, segðu gyðingarna sem áttu þessi verk. Það atvikast þannig að það var hægt að sýna fram á það að þessi mynd tilheyrði þessari fjölskyldu. Já, fjölskyldu Stefáns og föður hans. Já, og hann sagði bæði FBI og CIA komu að því máli. Já. Þau endurheimta þessa mynd. Hún er seld á uppboði í mars á þessu ári. Og ég get, þú veist, við fengum svo að sjá hjá Ezekias myndir frá uppboðinu. Þú veist, það tengdi okkur enn meira inn í þessa atburðarás. Það var gert í London, þetta uppboð. Og hérna, þau fengu 8 milljarða. Ha?
8 milljarða Fyrir myndina? fyrir myndina. Þú getur bara googlað The Fox Painting, bara googlað og Býtur þetta málverk? Þetta er málverk, 70x90 og þú veist, en sleppum upphæðinni Já. af því að mér finnst það eiginlega merkilegra hliðarsagan við þetta og hún er svo að bróðir Stefáns hefur ekki verið mannblendin maður í gegnum tíðina. Hann hefur verið einrætt, þögull, íhull og einhvern veginn bara fyrir sig forðast fólk. Eftir að myndin fannst, ekki eftir hún seldist, bara við það að finna myndina og viðurkenningin það að þetta var eign fjölskyldunar, þá breyttist það. Bara að fá það viðurkennt að þessi mynd sem að listasafnið hélt að sér væri eign fjölskyldunar, hafði áhrif á bara persónuleika hans. Hvað heldur það sé? Hann opnast allur með hrókurs alls fagnaðar og þau segjum að það búið að greina þetta. Esikías vinur minn og þú veist, við erum búin að ræða þetta og kona Stefáns er sálfræðingur og þau segja bara hann tók skömmina og skilaði henni þarna. Hann var þjakaður af samviskubiti yfir því sem pappans hafði farið í gegnum og tók þetta svona inn á sig, skilur það. Það er allavega þeirra skýring. En allavega segjaðu, hann er eðlilegur í dag í fyrsta skipti. Og ég meina maður á fullorðins aldri? Já. 4. Já, þú veist, og þetta, þú veist, þau ítrykkuð það, þú veist, það er ekkert með peningana að gera allt það kemur eftir á og slíkt, sko. Já. En þannig að, sko, ég skil það vel hann keypti sér bara þyrlu, sko. Já, akkurat, ég var einmitt að hugsa, sko, það er bara eins og ég og mótorhjóli. Já, nema með kannski 20-falt dýrar áhuga. Já. En ok, þetta var yndislegt allt í kringum þetta. Þetta er stórt ævintýri sem átti sér stað eftir allt harkið sem ég segi, sko. Já. Þannig að og við förum síðan að ráðum þessa fólks og förum þarna á milli sveitana í kringum stöðuvötn og upplifum allt öðruvísi stemningu. Þú veist, þarna er bara landbúnaðurinn og vínræktarhéruðinn og allt það og við gistum á 2 stöðum á leið okkur til San Diego, þá gistum við á 2 svona víngörðum eða wineries, þú veist, Já, vínegrum, það sem er bara luxus bara, og þannig að og síðari vínegran að hún þetta var svona eins og franskur kastali með fallegri stóri kirkju við hliðina og þarna fengum við vínleiðsögn og rekstraraðilinn hann sýndi okkur þarna og við vorum í vínsmökkun í kvöldsólinni og pastlegur hiti og allt þetta skilur þetta var eins og fairy tale, bara eins og eitthvað ævintýri. Ástís var í essinu sínu eins og getur rétt ímyndaðir, skilur þau? Og það er sá luxus sem við bara upplifðum. Hvað heldur að koma í ljós? Þetta er æsku heimili One vinar okkar í San Diego. Pappans átti þetta. Nei, fyrir algjöra tilviljun? Ekki algjöra, en Esikías vinur okkar sem er vinur One sagði okkur frá þessu og við gerðum likki á leið okkar til að komast á þennan sem var svo eitthvað frábær upplifun að tengja okkur við þennan vin okkar í Chile, skilur þau, með þessum hætti. Og svo þegar við hittum hann í San Diego að þá sagði hann okkur, þá var hann að spyrja okkur, sáðu þetta, sáðu þið, hann hafði verið þarna sem ungur drengur, sko. Er það miklu fagnaðarfundir að hitta hann? Já. Þið eru eins og gamli vinir. Já. Það er alveg... Og hann náttúrulega búin að fara í gegnum þetta ferðalag með okkur. Hann fannst bara að hann vera að ferðast með okkur, hann væri bara í base camp að halda utanum okkur. Og þekkti hann Stefán og allt þetta? Já, hann þekkti ekki Stefán, hann Esikías, það var hans æsku vinur. Já.
en ég kannski maður ljúka þessu með einni lítilli sögu Endilega. af því að nú eru við komið til Santiago Já. ég ætla aðeins að halda áfram Má ég að spyrja, þú eru komið til Santiago Já. Hvar erum við í tíma? Ég meina, hvað hefur þetta tekið langan tíma fyrir ykkur frá því að ferðalag hófst? Þú náttúrulega byrjar á því að aka ennþá sunnar og Já. aftur upp norður En hvað er þetta búið að taka ykkur marga daga eða vikur? Já, við ferðalagi allt með Ameríku allt voru 2 mánuðir Já. þetta var svona cirka 6 vikur Leggið að staði í október? Já, og við komum heim fyrir 12 dögum síðan, skilur Já, í desember 11. desember Já. Þannig að þegar að og þú veist, eina af ástæðum fyrir því að það er dýrt að leigja þetta mótorhjól er það að þetta er ekki algengt mótorhjól BMW 1200 hjólið líka það að það þurft að sækja mótorhjólið Já. og fara með það aftur til Punta Arenas Já, skilur það, því ég er bara að leigja þetta one way, skilur það Já, ok, er ekki einhver sem að leigir það og fer með það niður? Nei, okay. þetta er allt mjög frá stætt sko. Ok, ég skil og þannig að við þurftum að synka okkur við eigandan að hann myndi koma á sendiferðarbílnum sínum og sækja hjólið. Já. Hann var ekki að fara sömu leið og við vorum fara. Hann var að fara norður Argentínu, sleppa við öll Andesfjöllin og allt það. Já. Hann er bara að fara yfir þessar sléttur og tekur bara auðvöldustu leiðin á norður. Já, brunar bara. Já, bara brunar. En ég var að tala um eigandan, það er bad luck maðurinn. Já. Þessi sem var alltaf að taka í upptóftunar og opna augun og sagði Chris. Og svo fæ ég bara mynd af honum og bílnum þá hann kyrt á dýrið á 90 km hraða og bíllinn í köku og öku fær hann fer öruggustu leiðina maðurinn sem að fór yfir öll einföldustu atriðin með þig hann passaði að þú myndi kunna með tappan og allt saman margtuði þetta honni mig og hann þrusar á dýr og bíllinn fer í köku já ég meina þetta er þetta er svona mikill árakstur þetta er 200 kíló sko já ok, þetta er svona svakar og bara vaskassinn og allt gekk inn í bílinn sko og hann var óöku fær ég bara, þú veist sem betur fyrir slasaðast hann ekki en ég bara segja sko, þetta var raunverulega hætta og þetta var bara eitt svona hliða dæmi þú veist, hann var búin að árétta þetta svo mikið að vera varkár og með opin augun og alltaf passa mig alltaf að minna mig á þetta sko og svo sjálfur og hann sagði þetta er fyrsta skipti sem ég lendi í þessu sko en svo núna þegar við erum að fara heim frá Santiago þá er komið 30-60 hiti þannig að ok, það er orðið svona fint ok, og komið líka svona miklu nær já, og nú er komið sumar skilur við erum komin í desember þá er bara komið sumar og það er ekkert sem Ásdís er heldur fyrir svona skilur við þannig að við erum bara að fara heim og við fljúum frá Santiago til New York og við áttum ok, við að láta okkur hafa vera eitthvað uppfæri okkur í einhverjum klassa fara í eitthvað svo lítum við bara á verði og þurftum ekki að svara því þetta var bara alveg fáránlegt verð skilur við já, langt flug já, 11 tímar já, þetta er þetta, lengst í leggurinn já. En síðan kemur Keflavík, New York Keflavík og í fyrsta skipti á ævinni kaupið okkur saglasmiða fyrsta skipti á ævinni? Fyrsta skipti á ævinni þú ert nú alveg ferðalangur fyrsta skipti á ævinni sem við gerum það þið áttu það skilið okkur fannst það þú veist, okkur fannst það og þetta var rosalegu lúksus og þá sagði Ásdís Kristján eigum við ekki að fara að leyfa okkur þetta já, einmitt það er búið að viðra þennan lúksus við mann einu sinni þá var þetta standardin þá sagði ég við hana ef við gerum það þá hættum við miklu fyrir á móti jólunu það er bara alveg staðreind við munum ekki nenn að standa í þessu skarki öllu ef við venjum okkur á þennan lúksus akkurat, það er svo erfitt að fara tilbaka við fundum það bara þannig þetta var rosanæs við erum ekki að fara að saga nei, þetta var fyrst er þetta fyrst á eina? Sko við hefum verið uppgreituð skilur við og þú veist og í einhverju amerísku eða frá Bólivíu til
Miami á sínum tíma þegar við vorum þarna þá erum við uppgrættuð af því að það er misskilningu þegar ég held ég að vera sendið þeirra Já, það er skil það. Saga, sko. En þannig að þarna erum við að kynnast þessum luxus Já. Og það er sameiginlega ákvörðun okkar hjóna að við ætlum ekki að leyfa okkur þetta að sinni. Var þetta sameiginlega ákvörðun? Já, við bara ræddum þetta. Við erum ekki að fara að leyfa okkur þetta bara til þess að við erum ekki að stilla okkur inn á þennan luxus. Að við vitum það þá mun allt verða erfiðara með mótorhjólið og slíkt sko. Þegar þessari ferð líkur, þú ert búin að vera þarna út í nokkra mánuði og ég svona heyrið á þér að þetta er ný upplifun og sérstaklega út af því að það er meiri breytt í þessu, þú ert með Ásdísi þarna með þér. Já. Finnst þér þú læra eitthvað nýtt sjálfmæðið þarna eða kannski nýtt þig og Ásdísi þarna? Þetta var náttúrulega algjörlega ný reynsla fyrir okkur bæði að lenda í þessum aðstæðum. Við höfum aldrei lent í þessum aðstæðum og þetta er náttúrulega átti sér stað ákveðin tókstreita. Já. Hún var miklu fyrr að jafna sig á þessu öllu saman en ég sko. Það tók mig miklu lengri tíma að jafna með þessu. Þegar heim er komið? Já. Já, ok. Og bara fysiskt líkamlega og líka bara þessi ábyrgð að vera með aðra manneskja á hjólinu. Það, þú veist, hún vissi ekki hvað það var. Nei. Eða bera ábyrgð á því að hafa dreigið henni út í þetta. Að því ég sé alla skipulagningu og undirbúning og allt það, hún mæti bara á staðinn mér og minna, sko, skilur þau. Þannig að þú veist, ef eitthvað hefur átt sér stað þá eru við ennþá bara styrkja hjónabandið. Já, ég ætla að samskiptin okkar. Skilur þau? Nei, það komið ekki sterkar út í. Þú veist, við erum með það eru ákveðin hlutir sem að við notum svona til þess að tjá okkur sem að við höfum núna ákveðna setningar yfir, þurfum ekki að segja nema bara akkurat þessa setningu, þá vitum við nákvæmlega að því við erum búin að fara í gegnum það. Já. Og ég bara vona það að ég aldrei eftir að lenda í þessari aðstæðu, hvorki ég né með hana, skilu, þetta var eitthvað sem ég var ekki að segjast eftir. Nei. En ég verði að vera undir að búin eitthvað síður. Þannig að það er það sem að ég tek frá þessu, það er það að ég er að verða að passa mig að fara ekki með Ásdísi út í svona ævintýri. Passa betur upp á hann Ásdísi? Já, ég geri það og núna verður þetta eitthvað meira næs. Alltaf næsta ferð. En nú það ég með því svona glóðvolgan núna, úr nýkomin frá Suður-Ameríku. Já. Hvað gerist þegar þú mætir til landsins með öll minniskortin og flakkarana og allt saman í tengslu við svona praktíska atriði, þarf ekki svolítið að gera upp ferðina, hvað efni var þar mögulega dagbókarskrif eða þarf það að koma einhverju frá þér og hvernig lítur síðan framhaldið út, þú veist, út af því að síðast þú varst hérna, þá vissi ég ekki að þú væri byrjar að horfa til Suður-Ameríku, núna þegar þú ert hérna, ertu byrjar að horfa eitthvað annað, hvað tekur við þegar þú kemur heim? Já. Sko, að því að við erum bara tveir að tala saman hérna. Þá ætla ég að segja frá því. Fyrsta lagi það að samfara öllu þessu, þá er verið að vinna að heimildamynda þáttum. Já. Það eru 3 nýjir þættir að koma. Já. Og ég hef ekkert verið að tala um það. Máttu segja hvaða ferð það er? Já. Það er áhugaverð ferð sem við fórum á COVID-tímum þegar það opnaðist smágluggi. Við fórum 7000 kilometra á 40 dögum Ísland. 40 dögum? Já. Og saman, þú og Ásdís? 1 rigningadagur. Já. Það er ekki gerst á þér? Þetta eru 3 þættir. Já. Og ég hlakka til að, þú veist, ég er búin að sjá það, þú veist, þeir eru ennþá í vinnslu og áttir að laga til og allt það sko. En ég er ánæður. Þetta er náttúrulega ákveðin áskorun að búa til þáttum Ísland. Nú hef ég alltaf verið að einbetta mér að einhverju óþekktu og svo framvegis. Nú er það margir sem að kritisera að hann átt að okkur fórangja þarna og gerði hitt og eitthvað svona en þú veist, þetta er bara að saga ferðalagi okkar hjóna Ísland og þetta sem við förum 7000 kilometra stórkostlega upplifun 1 orð þannig að það er í vinnslu núna og ég rekna með held ég að þetta verði einhverstaðar mars-apríl sem að þetta verði sýnt sko og núna er ég að fara bara strax í byrjun janúar er ég að fara yfir þetta efni sem ég kem með heim og dagbókafærslurnar og allt saman til að sjá hvað við gerum og hvort við gerum eitthvað síðan er þetta borið undir Sagafilm og þeir taka endalega ákvörðun það hvort þetta sé eitthvað sem að
sé þess virði, skilurðu. Já, og þú vilt líka gera þetta svolítið fljótt eftir að þú kemur heim eða ekki? Já, sko, venjulega hefur þetta alltaf tekið 2 ár. Þú sér núna Íslandsferðin var farin 2020 Já. að því ég er líka að ferðast. Já. Ég er ekki bara, þú veist, það er ekki markmið hjá mér að framlega þætti, ég er að ferðast, skilurðu. Akkurat. Svo er hitt svona inn á milli. Akkurat, þess vegna vil ég líka koma hans inn á þetta. Þú Já. ert ekki, Nei, þú ert ekki framleiðslu fyrirtæki nei. og þú ert ekki kvikmyndatökumaður. Nei, Ja, nei. jú, Já. reyndar, en Já, þú já, ert þetta tefst út af því þú Já. ert á ferðalagi eitthvað staðar út í Já. Suður-Ameríku. Já. Og það er forgangur. Akkurat. Sérstaklega út af því að tíminn er ekki mikill. Þú veist, fyrir þessa tegunda ferðamennsku. Nei, Ég er meðvitaður það. Já. En sem sagt að nú er ég að fara yfir þetta efni og sem sagt að athuga hvað verður úr því og ég hlakka til þess og ég ætla að henda mér út í þetta núna strax að gera það af því að ég er ennþá svo ferskur. Já. Þú veist, ég er búin að tala hér blaðlaust þetta að ég bara er, þú veist, fired, Akkurat, þú veist. akkurat. Þannig að ég ætla að reyna að nýta það í það að skoða þetta allt og búa til efni. Já. En ég get sko, ok, það er það sem að liggur fyrir en ef þú spyrðu sko næstu ferð, Já. þá er ég með mótuhjólið mitt núna í Oslo. Ok. Ég er búin að fara í gegnum Færeyjar, búin að vera þar í 5 eða 6 vikur í Færeyjum. Fór gegnum Danmörku og Svíti og Noreg á leiðminni til Oslo, þar er hjólið. Og mér langar til þess að fara upp til Nordkapp Já. á hjólinu núna í vor, þú veist. Og ég ástýs ekkit hrifin að því, sko langar ekkit, það verður alltaf kalt og Já, verður einhvern tímann heitt þar eða? Nei, held ég ekki. Nei. En þú veist, kannski, þú veist, mér langar bara að gera það. En er það þá nyrsta borgin í Núri? Já. Og Og þetta er daldið svona Ushuaia dæmi, sko. Já, Skilurðu? já. Ég skal alveg viðurkenna Bara það. tikka að vera komin Já, alla leið. það er eitthvað þar líka, Ég sko. skil það, Skilurðu? ég skil Þú það veist, það er eitthvað við það. Ég er ekkert að leina hégómon í mér líka, sko. Nei, Skilurðu? en líka, ég meina, þú veist eins og Lófóten og þessi Já. bæir þarna, þetta er bara einhver fallegasta náttúra Já. Þessna held ég að þýði ekkert fyrir mig að fara með mannesku sem er ekki innstilt inn á það. Nei, mér finnst það líka bara fínt að þynga því ekkert. Já, einmitt. Að bara að allir séu sammála um það. Já, nákvæmlega. En ég er búin að nefna eina ferð, svo þú veist, ég er bara að segja það við því, eins og ég segi, við erum bara 2 hérna, að ég er búin að stinga upp á annar ferð og ég gerði það áður við komum til landsins, næstu ferð. Meðan þú varst úti? Já. Vel gert. Næsta haust og það er prime time í kringum október, Japan. Já, vel gert. Ég er rosalega spenntur fyrir því. Ég segja það með þér. Já, ég er bara þannig að, þú veist, hún er búin að segja við mig, þú ferð bara, skilur en hún er líka búin að segja, ég er alveg til í að koma hluta. Já. Og við erum að reyna að ákvæða, ok, er það í byrjun eða í lokin eða hvar er það, sko, skilur vonandi, bara Guð og Lukka leyfi mér það að okkur að halda þess áfram, skilur það er ekkert mikið sem þarf að koma upp að maður renni hérna svellinu fyrir utan hér og skilur þannig að verður að passa upp á þetta. Ég leiði þig út. Já. En út af því við erum 2 hérna að tala saman, þá verði ég að koma í samband við hann Stefán Þór vin minn sem að býr í Japan, var þar einmitt skiptinemi, talar reybrennandi japansku, býr þar úti núna. Frábært. Og er mikill leiðsögumaður í sér og búin að gera heimildrætti Japan og gefa út held ég einhver sambandi við RÚV. Já, þannig það er bara endilega. Ég bara segi þetta on air bara svo ég muni standa við þetta. Bara æðislegt. Ég fer að huga því núna eftir ég er búin að fara yfir efni í Patagoni og allt það, þá fer ég baka til að velta því áfram og þú veist, ég meina ef það er ómikill raki, sko, þá er ástís ekki þar og það er svona ýmsir faktorar, sko. Já, það var gaman að vera. Já, það er frábært, en farði ekki með það lengra. Nei, ég lofa því. Herru, Kristján, þú sagði rétt í síðasta þætti sem, mér finnst oft gott að minna mig á, mér fannst það áhrifamikið þegar þú sagði þetta og langar bara að fá þig til þess að hvað sem reflekta aðeins á það áður en við kveðjum fólkið inn í hátíðarnar en þú sagðir, slepptu að þið beislinu þú þarft ekki að vera svona fullkomin og það er nú ekki mikil vikt í þessu þegar ég segi þetta en er þú eitthvað búin að huglega þetta síðan að þú sagðir þetta síðast eða hefur þetta fengið pláss í höfðun á þér líka? Sko og veistu hvað ég á við þegar ég segi þetta? Manst eftir því að hafa Já, ég menna þetta er eitt af þessu sem að svona kannski eitthvað rennur út úr manni en sko slysast út úr manni Já, en þetta er þú veist, þú ert alltaf
einhvern veginn á hverju aldurskeiði fyrir sig þá ertu alltaf með einhverjar viðmiðanir og þú varst að spyrja mig upphafið þáttarins, ert þú að fylgja einhverjum eftir og svo framvegis Reyna að vera einhver vera einhvern, svo veist, og þarna einhver fyrirmynd og svo framvegis þetta fyrir mig það meira einmitt það að sko aldrei hægt að þora þú veist að gerðu það láttu ekki aðra stoppa þig og framkvæmdu hlutina þetta var pappinn sem sagði þessa setningu og þú veist, þú tekur það ekki alvarlega gerðu bara, þó það sést á móti straumnum þú veist, hvað er margir sem bara búin að hneykslast á mér á þessum aldri að hafa gert þetta skilur, bara halda að ég sé insane eða eitthvað en það einmitt þetta sko að fylgja bara sannfæringarkraftinu þínum og ekki bara sannfæringunni heldur sko ástríðinni og framkvæma það og láta ekki einhvern tala þig niður í því ég held að það eiginlega það sem að mér finnst vera mikilvægast í öllu og það gefur manni líka svo mikla sjálfsfullnægingu þegar þú finnur að þú getur gert þetta og þú ert að njóta þess að gera það sem þér finnst skemmtilegast algjörlega óháður hvað öðrum finnst sko. Ég hugsaði mitt að þegar ég svona hugurinn fyrir á stað þegar það einhver viðmæland á leiðinni og ég svona hugsaði herðu vil ég spyrja Kristján og ég gerði það líka í síðast þetta nummer 2 þar sem ég baði að útskýra kvótið aldrei hægt að þora og ég hugsaði, nei, ég get ekki gert það núna það bara, fólk búið að heyra þetta tvisar það svolítið ljótt af mér að fara eitthvað að beða með þriðaskipti en mér finnst gott að það hafa komið inn á þetta því að þegar ég hugsa þig þá hugsa ég yfirleitt þessa setningu sem að pabbiðinn sagði, aldrei hægt að þora og Baldur, hann með þetta listaverkið, aldrei hægt að þora upp á vegghásum, mér finnst þetta alltaf töff og það líka gefur svo mikla vikt að lifa síðan eftir þessu ekki bara setja upp á vegg eða hugsa þetta eða segja þetta cool, heldur að framkvæma þetta ég með þú getur hitt mann sem fullar alls konar frösum, skilur og hann rosalega góður í því en þú síðan ferð að skoða líf þessa manns þá það ekkert annað en frasa sko skilur bóstalega en frasarnir eru flottir en þú verður alltaf, ég meina fyrst gefur það vægi þegar þú getur sýnt fram að ég lifði samkvæmt þessu skilur Akkurat, hvort þú gerðir ég vona ég eftir að halda þig áfram líka þú ert alltaf búin að setja pressun á sjálfa þig fólk að fylgjast með ég minn Herru, Kristján Gíslason, ég bara þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur þessar sögur og ég held við leyfum bara að loka orðunum hjá okkur að vera gleðilega hátíð og aldrei hætta að þora. Er þetta ekki sammála því? Jú, takk fyrir þetta Snorri minn og takk fyrir að bjóða mér og sýna mér og minni sögu þennan áhuga. Takk fyrir.